Já, góðan daginn og velkomin á þetta málþing áhrif COVID-19 á Hornafirði. Áður en við byrjum þá ætla ég að renna svona stutt yfir dagskrána og skipulagið hjá okkur í dag. Við byrjum að heyra frá Dr. Soffíu Auði Birgisdóttir, en hún ætlar að kynna fyrir okkur rannsóknarverkefnið áhrif COVID-19 á ferðaþjónustu og samfélag í sveitarfélaginu Hornafirði og svona fara aðeins yfir framkvæmdina á verkefninu. Næst heyrum við í Ardísi Ernu Halldórsdóttur, ferðamálafulltrúa sveitarfélagsins, og hún ætlar að segja okkur frá stöðu mála í ferðaþjónustu á Hornafirði. Þar á eftir munu þær Hildur Ýr Ómarsdóttir og Eik Aradóttir, fjölmenningarfulltrúa sveitarfélagsins, fjalla erlenda íbúa á Hornafirði. Og já, þannig að þetta eru svona fyrstu 3 erindin. Við ætlum ekki að taka við spurningum eftir þessi erindi, en ef þið hafið eitthvað spurningar, þá megið þið endilega skrifa þær hjá ykkur og spyrja í umræðunum í lokin, eða þið getur líka sendt spurningar í spjallinu og við söfnum þá saman og lesum upp í lokin. Að lokum svo munu Hafdís Lára Sigurðardóttir og Ardís Ósk Magnúsdóttir fara yfir meginniðurstöður úr þeirra hluta rannsóknarverkefnisins sem að Soffía fjallar hérna eftir smá. Ef að tíma gefst þá getum við tekið svona 2-3 spurningar eftir erindi Hafdísar Láru og almennar umræður taka svo við eftir erindi Ardísar, þar sem við opnum fyrir spurningar til allra. Og þess að ef þið viljið spyrja í umræðunum þá getið þið óskað eftir orðinu í spjallinu. Og aftur, ef eitthvað var ekki komin og heyrði ekki, þá vorum við að taka þetta upp, svo að sé hægt að skoða þetta síðar. Þannig að við byrjum bara á fyrsta erindi sem er Soffía Auður Birgisdóttir, sem ætlar að segja okkur frá rannsóknarverkefninu áhrif COVID-19 á ferðaþjónustu og samfélag í sveitarfélaginu Hornafirði. Gjörðu svo vel, Soffía. Já, takk. Þið heyrið vel í mér, það ekki? Já, ég ætla nú ekki að flytja langt í erindi, heldur var svona meiningin að ég myndi aðeins segja frá aðdraganda rannsóknarverkefnisins sem við erum að kynna hér í dag. Og í dag kemur út þessi skýrsla sem að þið sjáu hérna við hliðina á mér forsíðuna á. Við erum stolt af þessari skýrslu, hún er ítarleg og telur 73 blaðsíður og svona megin parturinn í þessari skýrslu snýst rannsóknarverkefnið áhrif COVID-19 á ferðaþjónustu og samfélag í sveitarfélaginu Hornafirði. Nú, kveikjan að þessu rannsóknum var náttúrulega svo alvarlega staða sem að kom upp í sveitarfélaginu Hornafirði snemma árinu 2020 vegna COVID-19 sem og ríkur vilji okkar á Rannsóknasetri Háskóla Íslands á Hornafirði til að skapa sumarstörf fyrir hornfirska háskólanema. Nú eins og ég þarf ekki að ítreka hefur ferðaþjónustan gífurlega mikið vægi á Hornafirði og þess vegna bitnaði hrun ferðaþjónustunnar í kjölfar COVID-19 mjög á samfélaginu hér. Bæði á einstaka fjölskyldur og almennt á efnahag svæðisins. Við höfðum hugsað okkur þegar við vorum að hanna þetta verkefni að hafa það mun stærra í sniðum og ætluðum að reyna að skapa sumarstörf fyrir 4 háskólanema. En því miður þá fengum við ekki nægan styrk til þess að gera það, þannig að við þurftum að skera verkefni aðeins niður og það var sem sagt samsett af 2 verkþáttum í staðinn fyrir 3 sem við höfðum í huga upphaflega. Það sem við þurftum að sleppa, það var að fara ofan í sem sagt framtíðarsýn ferðaþjónustu aðilana og hvernig sæju fyrir sér að byggja upp sinn rekstur aftur þegar að ástandi verður aftur eðlilegt.
Nú, við komum aðeins kannski inn á framtíðarsýn í spurningunum sem að þær Hafdís Lára og Arndís Ósk spurðu sína viðmælendur en því miður gátum við ekki kafað eins djúpt ofan í þetta eins og við ætluðum upphaflega. Nú, rannsóknin sem unnin var, hún skiptist sem sagt í 2 verkþætti. Í fyrsta lagi rannsókn á líðan og viðhorfum eigenda hornfiskra ferðaþjónustufyrirtækja og í öðru lagi rannsókn á líðan, viðhorfum og réttindum erlendra starfsmanna í ferðaþjónustufyrirtækjum á Hornafirði. Og ég ætla ekki að fara nánar í þetta því þetta eru sem sagt þær rannsóknir sem að Hafdís Lára og Arndís Ósk muni gera grein fyrir. Ég vil bara bæta við að skýrslan hefur auk þessara 2 meginkafla að geyma formála og inngang og ítarlegan eftirmála þar sem að gert svona almennt grein fyrir stöðu ferðaþjónustunnar á Íslandi og það sérstaklega á Hornafirði. Og í eftirmálanum tengjum við einnig við aðrar nýlega rannsóknir á þessu sviði. Það þó engin önnur rannsókn sem hefur verið gerð ennþá til dæmis á nákvæmlega þessu sem við erum að skoða, bæði hvað varðar eigendur fyrirtækja og útlendingana sem vinna hér. Þannig að rannsóknin brautryðjandi að þessu leyti og við erum stolt að segja frá því. Og kannski áður en að þær Hafdís Lára og Arndís Ósk byrja að tala. Arndís, þá fæ ég kannski að koma aftur inn til að segja aðeins frá rannsóknaraðferðinni. Ég held að það sé betra að komi strax á undan þeirra erindum í stað fyrir að fara að segja það núna. Þannig að þá held ég að ég ljúki bara máli mínu núna. Já, takk sinni. Já, takk Sofía. Ég hleypi þér að þarna á milli og eftir. Ætlum við næst að fá að heyra frá Árdísi Ernu Halldórsdóttur og hún ætlar að segja okkur frá ferðaþjónustu á Hornafirði. Árdís, gjörðu svo vel. Þú ert mjút, Árdís, eða þú ert? Svona. Þannig ertu komin. Já, ég bara búin að tryggja mig alveg með að mjúta mig allstaðar. Já, en komið sæl og takk fyrir að bjóða mér að vera með ykkur í dag. Sjá, nú ætla að finna hérna skjáin sem ég ætla að deila með ykkur. Sjá. Svona. Þetta ekki alveg rétt stað hjá mér. Hleypir að til þetta. Anna. Já, ég ætla aðeins að fjalla þátt ferðaþjónustu í sveitarfélaginu Hornafirði og hérna í ljósi aðstæðna þá það líka með smá COVID í að vera eiginlega ekki annað hægt eins og staðan núna en til að byrja með vil ég bara aðeins varpa upp þessari hérna glæru þar sem við sjáum fjölda ferðamanna sem hefur heimsótt Hornafjörðinn undanfarin 15 ár frá árinu 2004 en samkvæmt árlegu könnun Dear Visitor sem unnin af fyrirtækinu Rannsókn og ráðgjöf ferðaþjónustunnar þá áætlað að árið 2004 hafi 106.000 erlendir ferðamenn heimsótt sveitarfélag Hornafjörð og þá að langmestu leyti yfir sumartíman. Já, þessa tölun á einungis yfir erlenda ferðamenn. Vöxtur greinarinnar hann var fremur hægur árin þar á eftir en árið 2012 verða breytingar þar á og þá var fjölgunin ofurhröð í framhaldinu og var farin að nálgast 1 milljón gesta árið 2018. Samkvæmt því þá fjölgaði erlendu ferðamönnum það bil nífalt á þessum 15 árum sem við erum að horfa til.
Svo hröð breyting, hún vissulega krefjandi, en fyrst og fremst þá gaf hún okkur ómælt tækifæri til að vaxa sem samfélag. Og það svo sem skal engan undra þó að erlendi ferðamenn hafi sótt í að sækja sveitarfélagið heim, enda það forkunna fagur til sjávar og sveita allt árið kring. En síðan kom allt í einu einhver undarleg veira sem var nú búin að valda þó nokkrum usla í Asíu í smá tíma áður en að hún kom hingað til okkar og eins og hendi var veifað, að þá bara komist erlendu gestirnir ekkert lengur til okkar. Já, það voru góður á dýr. Því eins og alþjóð veit þá kallaði útbreiðsla kórónuveirunar á verulega breytta ferðahegðun bæði hjá heimamönnum og okkar væntanlegu gestum, svo framundan var eitt sérstakasta sumar síðari tíma. Það var fljótlega ljóst að veiran myndi hafa mikil áhrif hér í sveitarfélaginu, enda mikið högg að ræða fyrir svæði eins og sveitarfélagið Hornafjörð, þar sem ferðaþjónusta einin stærsta atvinnugreinin og fjölmargar fjölskyldur og einstaklingar byggja lífsviðurværi sitt á greininni. Ef við berum þetta til dæmis saman við sjávarútveg, þá má eiginlega líka ástandinu við að allar fisktegundir við Íslandsstrendur nema ein hafi þurrkast upp yfir nóttu. Og þessi eina tegund sem enn var til staðar hafði bara ekkert verið með áberandi undanfarin ár, en nú var til alls vinnandi til að yrði breyting þar á. Það voru jú ennþá Íslendingar á landinu og að óbreyttu þá stemdi í að ferðalög þeirra yrðu mest innanlands sumrið 2020. Og til þess að bregðast við breyttum aðstæðum, þá greip sveitarfélagið til nokkurra aðgerða eins og sveigjanleika við greiðslu fasteignagjalda af atvinnuhúsnæði, en fyrir ferðamest var innspýtingin sem var sett í markaðs- og kynningamál á svæðinu. Á vordögum var boðið til samtals á milli sveitarfélagsins og ferðaþjónustunnar, þar sem sjónum var beint að þeirri þjónustu sem yrði í boði í samfélaginu nú síðastliðið sumar og ræddar vænlegar leiðir til að koma sveitarfélaginu á Hornafirði á korti hjá íslenskum ferðamönnum. Því eins og við vitum alltaf það ferðaþjónustan fjöreggið okkar og við vitum við búum í góðu samfélagi við margar af helstu náttúruperlum landsins og að hér starfa metnaðarfull fyrirtæki í öllum geirum ferðaþjónustunnar. Þannig að okkur var í rauninni ekkert að vanbúnaði heldur en að vera bara með verulega veglegt heimboð til að skapa minningar fyrir okkar gesti. Svæði býður upp á mikla sérstöðu sem hérna verður að telja upp alveg bara fullt í viðbót. En þarna í framhaldinu í vor það var sett auki fjármagn í markaðssetningu svæðisins til að kynna fyrir löndum okkar allt það sem Ríki Vatnajökuls hefur upp á að bjóða og markaðsherferðin sem bar yfirskriftina Ríki Vatnajökuls býður heim í sumar var unnin í samstarfi við auglýsingastofuna Sahara og hún vakti góða eftirtekt. Íbúar urðu eflaust varir við falleg myndbönd frá svæðinu sem voru í birtingu á samfélagsmiðlum undir myllumerkinu Visit Vatnajökull, auk þess sem greinar og myndefni birtist á prent- og netmiðlum og þar að auki fengum við góða aðila úr fjölmiðlaumhverfinu í heimsókn og fengum góða og mikla athygli út á það. Það kom ýmislegt upp úr dúrnu þegar við lögðum að staði þessa vegferð og má það nefna að ferðaþjónustu síða sveitarfélagsins, visitvatnajökull.is, hún var eingöngu til á ensku. Það þurfti því að leggja í mikla vinnu við að byggja upp í íslensku síðuna þar sem við kæmum sem besti skila þeirri þjónustu sem hér veitt. Og einnig voru dregnar fram helstu náttúruperlur svæðisins og lögð mikil vinni að bæta við bloggum fjölbreytt efni tengt svæðinu. En hugsa ekki samt, það þurfti heimsfaraldur til þess að við áttuðum okkur á því að allt okkar markaðsefni var eiginlega bara á ensku og miðast alls ekki við Íslendinga. Og þetta var nú bara svona all land. En það er aldrei spóð bæt úr því núna. Hér á næstu gleður mér bara nokkur sýnisörð sem ég ætla að renna hratt yfir sem sýnir svona í ásýnd markaðsefnisins sem var framleitt. Það farið svolítið út í grafíkvinnu. Þetta er allt efni sem svo lifir. Við letum líka gera þessa glæru til dæmis bara með Visit Vatnajökull býður heim. Tókum út í sumar bara til að gera þetta tímalausara. Já, en sumarið er liðið
og COVID ekki ennþá farið. Þannig að mér langar aðeins hérna aðeins svona að fara yfir svona hvaða aðgerðir eru í gangi núna á vegum sveitarfélagsins. Við vitum alveg að það hérna, það mælist hátt atvinnuleysi á svæðinu. Ég held að þær Eik og Hildur fari betur þær tölur eftir, þannig að ég setti þær ekki inn í kynninguna hjá mér. En við erum bara í sögulegu hámarki hvað atvinnuleysi varðar. Og þannig að sveitarfélagið hefur núna í rauninni samstarfi við ríkið, fengur fjármagn frá ríkinu vegna þess hve þáttur ferðaþjónustunnar ríkur hér hjá okkur. Og það verið að fara af stað þá með verkefni sem við kallum starfan staðsetningar eða aðstæða fyrir frumkvöðla. Sveitarfélagið að útbúa skrifstofu sem eru í boði fyrir aðila sem vilja annarkvort flytja hingað til að starfa eða aðila sem eru með hugmynd, nýsköpunar hugmynd og vantar aðstoð við að koma því áleiðis. Við ætlum líka að fara af stað í tengslu við þetta með markaðssetningu og sveitarfélaginu á Hornafirði sem búsetukosti. Og síðan verður í bígerð núna að fara af stað með sértæka styrkveitingu fyrir atvinnulífið. Atvinnurannsóknarsjóður á sínum stað, en þetta auka styrkveiting fyrir atvinnulífið þar sem að markmiðið að hvetja fyrirtæki og frumkvöðla í sveitarfélaginu til að hrinda nýjum atvinnuskapandi aðgerðum í framkvæmd. Úthlutunarreglurnar eru í vinnslu en þetta verður nánar auglýst bara fljótlega. Síðan vil ég líka minnast á að í ljósi þess að það var ekki unnt að halda árshátíð sveitarfélagsins 2020 þá ákvað bæjarráð Hornafjarðar að gefa öllum starfsmönnum og nefndarmönnum hjá sveitarfélaginu gjafabréf upp á 10.000 krónur sem að nýta hjá afþreyingar, veitinga og gistaðalum á svæðinu. Gjafabréfin þau eru tilbúin núna og farið dreifingu til starfsmanna á næstu dögum. Þetta hátt í 300 manns og það bara einlega ósk okkar að þetta komi til með að nýtast þeim aðalum sem eru starfandi í vetur vel. Og ég tala nú líka bara upplifunina sem að heimamenn fá og hafa í rauninni kannski ekki gefið sér tíma að fengi tækifæri til að njóta bara undanfarið. Að lokum þá langar mig að segja að árið 2020 það ekki árið til að fá allt það sem við viljum en það aftur á móti árið þar sem við lærum að meta allt það sem við höfum. Og það svolítið það sem maður að sjá í dag. Það mikil gróska í nýsköpunar og vöruþróunar málum hjá ferðaþjónustu aðilum. Bara ég tek nokkur dæmi það sem í kringum okkur þá var boðið upp á skíða- og brettanámskeið í sumar upp á Jökli sem sló í gegn hjá börnum og unglingum. Fékk frábæra dóma og frábæra viðbót við flóruna hér. Þetta voru þau Laufey og Gulli á Glacier Journey, Haukur og Berglind og Glacier Adventure, þau fóru upp á fjallgöngur og nú nýjasta að rannsóknarsetur í fjóshlöðun á Hala sem ótrúlega töff. Og ég mæli með að kíkja heimsókn líka í hlöðun á Hala, hún virkilega velheppnaða verkefni sem var farið af stað í núna COVID-sumarið 2020. Maður sá aukið samstarf og ólíkra aðila í ferðaþjónustu til að bjóða upp á heildstæðu upplifun á svæðinu. Veitingastaðasvæðisins sem náttúrulega bara með heimsklassa mat, náttúrulega virkilega löðaða gesti í sumar og svo held ég líka Hornfirðingar hafi verið sérstaklega duglegir við að fara út að borða heima frá því að COVID brast á, þvílíkur lúxus sem við búum við þar. Og síðast en ekki síðast, þá vil ég nefna að ég upplifa sem bara mikil gróska í félagsstarfi að meðal ferðaþjónustu aðila. Má bara sjá það öllum þeim viðburðum sem hafa verið undanfarið og ég get ekki annað sagt heldur en að útlitið sé bjart þrátt fyrir allt. Eða eins og orðað svo vel í skýrslu sem Ferðamálafélag Austur-Skaftafellssýslu tók saman á dögunum, þar sem sagt að hér ríkir skammtíma svartsýni en langtíma bjartsýni. Og ég held að þess að sé bara aðeins verið að glitta í bjartari tíma. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Ardís. Þá langar mig að bjóða næst velkomnar
var ég mjótuð, það ekki. Ég byrja þá bara aftur, takk fyrir þetta Ardís. Næsta dagskrá þá Hildur Ýr Ólafsdóttir og Eik Aradóttir og þær ætla að fjalla erlenda íbúa á Hornafirði. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Nú ætla ég að pröfa að sharea. Heyrist ekki öll í mér? Já. Það rosa skrítið að tala sem allir eru mjútaðir, það sem að sé að tala bara sjálfan sig, en ok. Þessi og nei. Ok. Vesalegt. Svo ég á svona að vesanast með hvar ég á að hafa blöðin af því að maður getur ekki lesa á notes á skjánum, þannig að ef ég eitthvað mikið að horfa niður, þá því ég að skoða punktana mína. En já, komið sæl, ég heiti Hildur, ég verkefnisstjóri fjölmenningar hjá félagsþjónustunni. Ég starfaði þetta síðan 2018, var fyrst í 25% stöðu en núna í 50% stöðu. Og þegar ég hóf störf þá leitaði ég svolítið til annarra sveitarfélaga og var að leita að öðrum einstaklingi í sambærilegri stöðu. Fann engan, en fjölmenningarfulltrúunum fer fjölgandi núna og við erum orðin 5, þannig að fyrir utan Hornafjörð er það Hafnarfjörður, Vestmannaeyjar, Húsavík og Reykjanesbær. Og ef við förum í tölfræðina næst, þá eru hér sjáum við tölur yfir fjölda eins og staðan er núna. Tölurnar eru að breytast hratt hjá okkur þessa dagana, en í síðustu viku voru íbúar Hornafjarðar 2396 í heildina og þar af voru 520 manns með erlent ríkisfang og komið þeir frá 40 mismunandi löndum. Við erum að sjá fækkun núna í fyrsta sinn síðan 2010 meðal erlendra íbúa, en samkvæmt íbúasýn bjuggu hér 530 einstaklingar með erlent ríkisfang í janúar þessu ári og í júní voru þeir orðnir 545, þannig að það var smá fjölgun. En í september sjáum við fækkun, þá eru þeir orðnir 533 erlendu íbúarnir og í dag eru þeir 520 eða tæp 22% af heildarfjölda. Og ef við kíkjum bara aðeins á fólksfjölgun milli ára, þá sjáum við hvernig erlendum íbúum hefur fjölgað jafnt og þétt síðan 2010. Það hefur mikil fjölgun átt sér stað síðan 2014. Þegar ég byrjaði að vinna í fjölmenningunni 2018 þá voru erlendir íbúar 360 talsins, en í dag eru þeir eins og áður hefur komið fram 520. Og ég ætla aðeins að bara fara yfir þau verkefni sem við hefum verið að vinna að. Þau verkefni sem félagsþjónustan hefur unnið að í sambandi við málaflokkin, þau snúa flesta að bættri þjónustu og því að skapa vettvang til samskipta. Og það var svona það sem kom út úr fundi með fólki af erlendum uppruna sem ég átti hérna í upphaf þegar ég var að byrja að vinna. Þetta var svona það sem fólk vildi sjá. Og það væri svona fleiri tækifæri til að hitta aðra og svo var svona ýmislegt í sambandi við þjónustu einstaklingsráðgjöfanna sem mátti bæta. Á heimasíðu sveitarfélagsins þar liggja fyrir upplýsingar á ensku og pólsku sem ætti að vera gagnlegar þeim sem eru nýfluttir í sveitarfélagið. Og þar kemur meðal annars fram svo þjónusta sem í boði af hálfu félagsþjónustu og svo hvert megi leita. Og svo nýlega búið að setja svona translate-napp á bæði heimasíðuna og inn á íbúasýnina líka, íbúagáttina heitir það, og síðu grunnskólans held ég líka. Þannig að til þess að svona auðvelda fólki aðeins að finna upplýsingar. Og varðandi upplýsingagjöfuna þá kennitöluskráningar erlendra íbúa fara núna fram á lögreglustöðinni. Þannig við fengum lögregluna í samstarf með okkur og hún afhendir fólki af erlendum uppruna bæklingin velkomin til Hornafjarðar, fyrstu skrefin frá fjölmenningarsetri og bæklingum réttinda á vinnumarkaði frá ASÍ. Og svo hafa upplýsingar ætlaðar erlendum íbúum verið sendar á ferðaþjónustufyrirtækin og því var svo fylgt eftir með upplýsingaferð félagsþjónustu og fræðslunetsins í haust. Eftir ég fekk ábendingar frá Ardísi Láru það að þessar upplýsingar sem hefur verið sendar yfirmenn hefði ekki verið að skila sér almennilega til fólks.
Við hefum líka farið í fiskvinnsluna með upplýsingafundi, félagsþjónustuna og fræðsluneti saman, en það náttúrulega mikill meirihluti starfsfólk af erlendum uppruna. Að skapa pláss og bjóða fólk velkomið samfélagsverkefni sem á ábyrgð okkar allra, en félagsþjónustan hefur lagt mikið upp úr því að finna sér samstarfsaðila þegar kemur að fjölmenningarlegum verkefnum og við hefum átt gott samstarf við Rauða krossinn og fræðslunetið, menningarmiðstöðina, bókasafnið og Skinney, lögregluna, grunnskólann, fræðslustjóra, alþjóðasetur og fleira. En svo má ekki gleyma því að fólk af erlendum uppruna auðvitað okkar helsta og helstu samstarfsaðilar þegar kemur að fjölmenningarlegum verkefnum og náttúrulega mikilvægasti hlekkurinn. Og svo má sjá bara hérna neðst á glærinu bara þessi verkefni sem að hafa skapast sem við höfum verið að vinna að. En staðan inniheldur ekki eingöngu verkefnastjórnun, heldur ráðgjöf orðin stór hluti af starfinu. Aðsókn í ráðgjöf fyrir erlenda íbúa að aukast jafnt og þétt hjá okkur og við höfum fundið fyrir mikilvæg aukningu á þessu ári. Málið sem kom til okkar mjög fjölbreytt, þau allt frá því að vera ráðgjöf og aðstoð varðandi umsóknir í fæðingarorlofssjóð og svoleiðis og upp í móttöku, ráðgjöf og stuðningu flóttamann. En svo má líka nefna hérna móttöku, samtöl, aðstoð við dvalarleyfis, umsóknir, fjölskyldu, sameiningarmál og ýmislegt fleira sem kemur inn á borð til okkar. En við veitum einnig aðstoð við að koma málum fólks í farveg innan þeirra stofnana þar sem þau eiga heima, eins og til dæmis bara hjá Vinnumálastofnun, stéttarfélögin, Útlendingastofnun, alþjóðasetur og fleira, því það getur reynst mjög erfitt fyrir fólk að útkljá mál í gegnum síma og það hefur sýnt sig hvað mikilvægt að geta fengið aðstoð í heimabyggð. En með breyttu fyrirkomulagi í upplýsingagjöf sem samstarfskona mér Eik ætlar að segja eitthvað frá eftir, þá eigum við jafnvel von á aukinni aðsókn í ráðgjöf á næsta ári. Og svo ætla ég bara að enda þetta hérna á verkefnunum framundan. Það stóð til að fara í stefnumótunarvinnu árinu, en COVID setti strik í reikninginn. Þannig að það var ekkert að þeirri stefnumótunarvinnu sem átti að fara af stað á öllum sviðum sveitarfélagsins reyndar. Þannig vonandi getum við fara af stað á næsta ári. Og í tengslu við stefnumótunarvinnuna stendur til að mynda faghóp fólks af erlendum uppruna. Ég svo mikið að buna þessu út mér að ég svo meðvituð að ég sé að taka mikið tíma. Faghóp fólks af erlendum uppruna sem ætlar að vera okkur til ráðgjafar og við bindum vonir við að sá hópur haldi svo áfram að vera okkur til ráðgjafar með verkefni í framtíðinni. Fjölmenningarsetur hefur verið að vinna fræðslupakki menningarnæmi ætluðu starfsfólki sveitarfélaga sem verður öllum líkindum tilbúin til kynningar fyrir okkar sveið á næsta ári. Og svo vil ég bara enda því að segja að í október fengum við frábæra viðbót við félagsþjónustuna en það var Eik Aradóttir ráðin inn sem verkefnastjóri virkni úrræðis í fjölmenningarmálum og hún ætlar að segja ykkur aðeins betur frá þeim verkefnum og hvað framundan hjá okkur. Takk fyrir. Takk. Jæja, þið komið að mér. Já, gjörðu svo vel. Já, takk. Þið komið sæl, Eik heiti ég og sjáu í glærupakkan, það ekki? Hlæsilegt. Svona. Ég líka eins og Hildur að reyna að lesa hérna upp á blaði, þannig ég horfi mikið niður og bara afsakið það. En áhrif COVID-19 á atvinnustöðu erlendra íbúa á Hornafirði, gjörðu svo vel. Í október síðastliðinn var ég ráðin tímabundið til starfa sem verkefnastjóri virkniúrræðis í fjölmenningarmálum í 50% stöðugildi. Mér langaði aðeins að ræða starfið og tilkomi þess, en Alþingi samþykkti í vor að setja 150 milljónir til 6 sveitarfélaga vegna hruns í ferðaþjónustu í kjölfar COVID-19 og þessi 6 sveitarfélög voru talin standa veikast vegna hrunsins í ferðaþjónustunni samkvæmt greiningu Byggðastofnunar sem var birt í maí.
og markmiðið með stuðningnum var að skapa betri grundvöll fyrir fjölbreyttara atvinnulíf til lengri tíma, styrkja stoðir þeirra og stuðla að nýsköpun. Við fengum 18 milljónir sem skiptist svo að 3 verkefni og starfið sprotti frá einu verkefninu sem felst í því að fara í átaksverkefni þar sem lögð væri áhersla á valdeflingu íbúa af erlendum uppruna og vinna bættri aðlögunin í samfélagið okkar. En þá kannski spyrjum við okkur af hverju ætti að fara í átaksverkefni fyrir þennan hóp, af hverju er verið að taka hann út. En ef við skoðum hérna stöðu íbúa sveitarfélagsins af erlendum uppruna á atvinnumarkaðinum í tölum, að þá sjáum við að í sveitarfélaginu Hornafirði eru alls 175 manns atvinnulausir. Þessar tölur voru teknar saman af Vinnumálastofnun í lok október. Af þessum 174 eru 95 erlendir ríkisborgarar. Og áætlað atvinnuleysi í Hornafirði er þá í heildina 11,8% og 55% þeirra sem eru atvinnulausir eru með erlend ríkisfang. Atvinnuleysi erlendra íbúa er þó töluvert hærra en þeirra með íslenskt, þar sem að 95 einstaklingar atvinnulausir af þeim 520 erlendi íbúum sem búa hér gerir þá nær 18% atvinnuleysi. Ég vil þó benda að þessi tala er ekki alveg jafn nákvæm. Auk þessa eru 48 manns með erlent ríkisfang á hlutabótaleið vegna skerts starfshlutfalls og þessi tala er mun lægri tala en í september. Það geta verið ýmsar skýringar á því en ein af þeim er að fólki hafi verið sagt upp og sé nú að vinna uppsagnarfrestin sinn og komið svo að atvinnuleysisskrá á næstu vikum eða mánuðum og þá mun tala atvinnulausra hækka. En tala þeirra sem eru að vinna uppsagnarfrestin, hún er ekki þekkt. Ég get ekki vita hver hún er. En svo ég haldi áfram að tala hvers vegna að fara í átaksverkefni fyrir þennan hóp. Og þá er eitt af svörunum að margir af erlendu íbúum sveitarfélagsins er fólk sem hefur virkilega möguleikann á að flytja aftur út, getur flutt aftur heim og margt bendir til þess að svo muni einfaldlega vera. Tölurnar sem ég fór yfir hér á áðan voru teknar saman eins og ég sagði í lok október og ég held að tölur í nóvember munu sem verða væntanlega aðgengilegar eftir einhverja daga muni sýna að fjöldi erlendra íbúa hafi minnkað mjög mikið. Fólk er að yfirgefa svæðið. Þessi hópur, hann er samfélaginu okkar mjög mikilvægur. Hann hefur verið að vinna störf í ferðaþjónustunni hér sem annars hefði ekki náðst að manna. Eins og Árdís fór yfir, við vorum að nálgast þarna 1 milljón ferðamanna sem heimsóttu okkur 2018. Og flest bendir til þess að þegar COVID-ástandinu ljúki muni ferðaþjónustan eiga mjög góðan möguleika að ná aftur góðri fótfestu hér á svæðinu og þá þurfum við öll að vera tilbúin og jafnvel bara betur í stakk búin til að takast á við ferðamannastrauminn áður. Þannig að verkefnin framöndan, markmiðið það er að reyna að draga úr atvinnuleysi hjá íbúum af erlendum uppruna með því að fara í átaksverkefni þar sem að lögð er áhersla á valdeflingu íbúa af erlendum uppruna og vinna að bættri aðlögunin í samfélagið, meðal annars með þátttöku félagasamtaka. Þannig að við ætlum að fara í það að bjóða upp á námskeið, fyrirlestra, styrkja það til að fara í frekara nám eða setja námskeið í fullorðinsfræðslu sem gæti auðvelda þeim að ná lengra á vinnumarkaðinu. Það er því nauðsynlegt að styðja við hópinn til virkni. Og hverjar eru leiðirnar að markmiðinu? Hvaða verkefni? Ég er meðal annars búin að vera að vinna í því í samstarfi við Vinnumálastofnun að kortleggja atvinnuleysi meðal íbúa erlendum uppruna á svæðinu. Og eins og ég sagði þessar tölur, það breytast mjög hratt og ég tel að það er afar mikilvægt að fylgjast vel með stöðinni, sjá hvað er í gangi. Það hafa verið birtar einhverja bráðabirgðatölur fyrir nóvembermánuð og það lítur allt út fyrir að hér séu miklar
miklar hræringar, fólk að flytja í burtu, fólk að missa vinnuna, það ástæðan. Virkniúrræði sem hægt að bjóða upp á. Sko virkni skiptir sköpum í atvinnuleysi. En hér erum við að tala að skoða hvaða úrræði eru í boði og hvort að sveitarfélagi Hornafjörður geti stuðlað að halda einhver úrræði, til dæmis námskeið, fara í þarfagreiningu í samstarfi við Vinnumálastofnun. Okkur finnst mikilvægt að fá að sjá hvaða úrræði fólk hefur áhuga á að sækja sér. Ég var að fá niðurstöður úr þeirri þarfagreiningu. Já, eftir að kynna mér það enda betur. En það hefur komið í ljós að fólk hefur áhuga á ýmiss konar persónutengdri færni og námskeið sem koma manni lengra á atvinnumarkaðinum, tungumálanámskeið og svo framvegis. Sérstök aðstoð við að komast aftur út af vinnumarkaðin eða í nám. Við erum að skoða hvað í boði, til dæmis nám á ensku. Það nýtt úrræði sem heitir Menntun er tækifæri og heimila fólki sem á atvinnuleysisbótum að sækja sér nám meðan það á bótum. Og svo viðburðir sem auka sýnileika fólks á erlendum uppruna í samfélaginu og skapa vettvang til félagslegra samskipta. Það meðal annars samstarf við menningarmiðstöðina. Við héldum Halloween sýningu sem við hafa búið að taka ýmsar sögur frá ýmsum löndum og þær voru þýddar yfir á íslensku líka og lesnar upp. Þetta fór allt fram í gegnum Facebook Live. Og þetta verður auðveldara þegar fjöldatakmörkunum lýkur, en þangað til samt sem að mikilvægt að gera það sem hægt til að stuðla að sýnileika. Annað verkefni að auka aðgengi að upplýsingum réttindi og skyldur á Íslandi. Við höfum til dæmis áhuga á að koma upp einhvers konar upplýsingarekka hjá bókasafninu með bæklingum og upplýsingum fyrir fólk. En fyrir utan það þá Hildur búin að taka saman upplýsingar svona grunnupplýsingar Hornafjörð og stofnanir hér. Og við sendum þessar upplýsingar heim til fólks. Bara velkomin til Hornafjörðar. Þetta eru helstu upplýsingar sem fólk ætti að kynna sér. Og við erum í svipaðri vinnu félagastarfið. Það að segja upplýsingar hvaða félagastarf í boði á svæðinu. Já, svo fór Hildur yfir það að íbúagáttinu kom með Google Translate takka, en við viljum líka koma með upplýsingar svipar og eru gerða fyrir Nóra skráningakerfi hjá Sindra hvernig á að nota íbúagáttina. Svo heimasíðan hjá sveitarfélaginu í vinnslu á ensku og pólsku. Hún til, en við viljum bara halda áfram að bæta hana, gera hana skemmtilegri, aðgengilegri. Já, takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Eik og Hildur. Áður en ég hleypi Hafdísi Láru að, þá ætlaði Sofía að fjalla stutt aðferðafræði rannsóknarinnar. Við ætlaði líka að benda ykkur á í spjallinu að þar hlekkur á skýrsluna ef þið viljið kíkja á hana. Sofía, gjörðu svo vel. Unmute. Já. Já, ég ætlaði bara aðeins að stökkva inn aftur af því að núna erum við að snúa athyglinni aftur að skýrslunni og já, þið sjáið vonandi öll að hérna til hliðar eða undir tjattinu hlekkur á skýrsluna, þannig að þið geta öll opnað hana eða sótt hana núna eða eftir ráðstefnuna. En eins og ég sagði áðan, það skiptist rannsóknin í 2 verkþætti sem að háskólanemarnir okkar unnu. Í fyrsta lagi rannsókn á líðan og viðhorfum eiganda hornfiska ferðaþjónustufyrirtækja og það hún Hafdís Lára sem mun gera grein fyrir því. Og hins vegar rannsókn á líðan, viðhorfum og réttindum erlendra starfsmanna og það Arndís Ósk sem gerir grein fyrir því. Og það gott að vera búin að fá þennan bakgrunn frá Árdísi og Hildi og Eik sem að svona tengjast að sjálfsögðu þessum
efnum. Meginþungi þessar rannsóknarvinnu hvíldi að sjálfsögðu á nemendunum tveimur og þær mynduðu rannsóknarteymi ásamt Arndísi Láru Kolbrúnardóttur sem var verkefnastjóri og svo gátu þær leita til Þorra eða mín ef þess þurfti og við Þorri sáum svo að búa skýrsluna svona til prentunar eða útgáfu og bættum við, eins og ég sagði áðan, eftirmála og svona auka efni. Nú, mér langaði að segja örfá orð aðferðafræði rannsóknina sem svokölluð eigindleg aðferðafræði. Og kannski skilja ekki allir sem ekki eru vanir svona tungumáli, háskólatungumáli, hvað átt við. En sem sagt svona rannsóknir þær eru ýmist það sem við köllum eigindlegar eða megindlegar. Og það kannski auðveldast að útskýra þannig að megindleg rannsókn snýst magn. Það að segja að úrtakið sem verið sé að rannsaka sé sem stærst. Og þetta náttúrulega gott að ýmsu leyti því þá hægt að ná til fleiri, til dæmis með spurningakönnunum. Og oft svona tiltölulega auðvelt að vinna úr svörunum, það jafnvel hægt að gera það bara í gegnum tölvu og einhvers konar krossapróf svör. Eigindlegar rannsóknaraðferðir á hinn bóginn snúast dýpt. Það að segja úrtakið minna, það eru færri einstaklingar sem rannsakendur tala við, en þeir reyna að fara á dýptina í viðtölum og geta náttúrulega spunnið viðtölin svolítið svona út frá svörum. Það svona meiri dýnamík þarna í svona rannsóknaraðferð. En gallinn að sjálfsögðu sá að þar úrtakið mun minna og þannig að hvor rannsóknaraðferð hefur sína kosti og galla. Við sem sagt ekki með stórt úrtak en við reynum að fara á dýptina í þessari rannsóknaraðferð. Nú, það líka kannski ástæða að taka fram að þessi rannsókn var unnin í sumar áður en önnur og hvað þá þriðja bylgja COVID skall á, þannig að niðurstöðurnar bera sjálfsögðu eitthvað keim að því þó svo að við reynum að svona gera grein fyrir þessum vanköntum í niðurstöðunum. En þannig að ég held að núna bara gefi ég þá boltan yfir til Hafdísar Láru. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sofía. Já, Hafdís Lára, gjörðu svo vel. Já, takk. Hvernig? Svona, sjá þetta allir. Já. Svona. Sælveri, ég heiti Hafdís Lára Sigurðardóttir og lauk BS-prófi í sálfræði síðastliðið vor. Í sumar vann ég að eigindlegri rannsókn við Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Hornafirði. Í þeirri rannsókn var ég að skoða áhrif fyrstu bylgju COVID-19 á eigendur ferðaþjónustufyrirtækja. Í kjölfarið var unnið að skýrslu en þetta erindi byggir á meginniðurstöðum hennar. Fyrirgefðu Hafdís, þetta ósýnilegi tæknistjóri, ég sé bara á fleiri greinilega, við sjáum bara tölvupóstinn, það ekki búið að kveikja á, við sjáum ekki glærurnar, þannig að byrja bara þarna, nú eitthvað að gerast, það koma. Já, ég búin að opna PowerPoint. Við sáum þetta augnablik, en nú það, jú, það komið núna.
Já, ég ætlaði nú að opna þetta í PowerPoint. Það var nú skrítið að vera ekki einhverju smáægilegir tæknilegir örðuleika, þannig að við erum bara alveg róleg yfir þessu. Viljið að ég kynni mig aftur eða má ég bara byrja á fyrstu glærunni? Byrjaðu bara fyrst að glæðinu, Hafdís. Sjá allir þetta? Já. Já, ok, frábært. Herri, markmið rannsóknarinnar var að athuga hver upplifun eigenda ferðaþjónustufyrirtækja á Hornafirði í fyrstu bylgju COVID-19 á Íslandi hafi verið. Þátttakendur voru valdir að hentugleika í samráði við verkefnastjóra rannsóknarinnar. Út frá lista yfir ferðaþjónustufyrirtæki í sveitarfélaginu Hornafirði var ákveðið að skipta þáttakendum í þrennt út frá 3 stærstu geirunum: veitingaþjónustu, afþreyingu og gistingu. Þetta var gert til að sem réttust mynd fengist af atvinnurekstri á svæðinu. Skilyrði var að fyrirtækið hafi verið í virkum rekstri á tímanum mars til júní til þess að ná heildarmynd af þróun atburða í COVID-19. Einnig vildi rannsakandi athuga hvort það væri munur á milli geirana. Viðmælendur voru valdir með þær forsendur í huga. Tekin voru einstaklingsviðtöl við fyrirtækjaeigendur í ferðaþjónustu, en viðtölin voru 11 í heildina og tóku allt frá 30 mínútum upp í 60 mínútur. Ég notaðist við hálfstaðlagan viðtalsramma þar sem spurt var meðal annars út í fyrirtæki og samfélagið, vinnuumhverfi, áhrif COVID-19 og líðan viðmælanda. Kynjahlutfall var nokkuð jafnt, það er að segja að tekin voru 6 viðtöl við konur en 5 við karla. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 27. júlí til 10. ágúst 2020. Vinnsla rannsóknarinnar gekk vel en þó reyndist tímasetning og skipulag viðtala erfið vegna mikilla anna hjá fyrirtækjum í ferðaþjónustu á þessum tíma. Viðtölin áttu að fara af stað í kringum verslunarmannahelgi en margir viðmælendur voru ýmist í burtu eða uppteknir í vinnu á þeim tíma. Verst er að taka fram að á þessu tímabili hófst önnur bylgja COVID-19. Eftir að 4 viðtöl höfðu verið tekin voru settar strangari ferðatakmarkanir á í landinu og mátti greinilega heyra mun á svörum þeirra sem svöruðu áður en takmarkanir voru settar og hjá þeim sem svöruðu eftir að þær voru hertar. Þessi breyting hefur mögulega haft áhrif á svör einstakra viðmælenda. Ferðaþjónusta er stærsta, eða að minnsta kosti næststærsta atvinnugreinin á svæðinu og hefur hún stækkað hratt undanfarin ár. Nær öll fyrirtækin sem tóku þátt í rannsókninni eru fjölskyldufyrirtæki. Oftar en ekki eru hjón að reka saman fyrirtækið og sjá nær alfarið það. Með aukinni ferðamennsku verða til fleiri störf í ferðaþjónustu en heimamenn geta aðeins fyllt í hluta þeirra starfa. Margir fyrirtækjaeigendur hafa tekið á það ráð að bjóða erlendu fólki vinnu með því skilyrði að útvega þeim gistiaðstöðu. Þegar viðmælendur voru spurðir út í hvernig þeim fyndist að reka fyrirtæki á Hornafirði, svöruðu nær allir að þeir væru ánægðir með að reka fyrirtæki í samfélaginu og töldu þeir einnig fyrirtæki sitt vera mikilvægan part af því. Flestir viðmælendur töluðu gott samstarf á milli fyrirtækja en fáeinum fannst lítið samstarf og samkeppni hörð. Þegar við erum búin að fara aðeins almennt yfir ferðaþjónustu á Hornafirði, langar mig að byrja að tala hverja starfsgrein fyrir sig. En alls voru 4 viðtöl tekið við eigendum veitingastaða á Hornafirði, 3 konur og 1 karl. 3 veitingastaðir eru staðsettir í þéttbýlinu á Höfn og 1 í dreifbýli. 2 veitingastaðir höfðu verið starfræktir lengur en 5 ár og hinir 2 höfðu verið starfræktir skemur en 3 ár. Eigendur veitingastaða hafa ef til vill fundið seinna fyrir áhrifum COVID-19 miðað við þá sem reka gististaði og afþreyingafyrirtæki. Það geti verið vegna þess að veitingastaðir taka oft ekki bókanir jafn langt fram í tímann. Viðmælendur töldu að sumarið hafi farið fram úr björtustu vonum þeirra, þó hafi verið erfitt að manna staðina þegar ferðamönnum fjölgaði. Það var bæði vegna þess að fólki hafi verið sagt upp og mátti ekki vinna meira en 25% vinnu samkvæmt hlutabótaleiðinni. 3 af 4 viðmælendum nýttu sér hlutabótaleiðina en 4. viðmælendinn gat ekki nýtt sér hana þar sem fyrirtækið er rekið á kennitölu viðkomandi, ekki á sérstakri kennitölu fyrir fyrirtækið. Viðmælendur leituðu ekki stuðnings út fyrir fyrirtækið og nefndu þeir einnig að stuðningur frá fjölskyldunni hafi verið ómetanlegur. Þá nefndu þeir sérstaklega hversu gott það hefði verið að verja meiri tíma með fjölskyldunni.
Hér talar einmitt einn viðmælandi að þau hafi verið undirmönnuð á öllum sviðum. Hann segir að fyrrverandi og nýtt starfsfólk hafi bjargað þeim í sumar, að það hafi allir unnið 110–120% vinnu síðan að þau opnuðu aftur eftir lokun. Hér segir einn viðmælandi að það sé pínu sorglegt að segja það en að þau græddu pínu lítið á þessu. Þau eyddu meiri tíma með börnunum sínum. Annar viðmælandi talar að hann uppgötaði allt í einu að með COVID-19 eignaðist hann aftur líf. Hann líti ekkert á COVID-19 bara sem eitthvað sorgarferli. Næst langar mig að taka fyrir afþreyingu. Þar voru tekin 3 viðtöl við einstaklinga sem eiga afþreyingafyrirtæki í sveitarfélaginu. 2 viðmælanda voru kvenkyns og 1 karlkyns. 2 viðmælendur eru búsettir í þéttbýli en 1 í dreifbýli. Starfsemi allra fyrirtækjanna fer fram innan Vatnajökulsþjóðgarðs. Viðmælendur fundu sem sagt snemma fyrir áhrifum COVID-19. Þeir töluðu að þeir eru strax varir við breytingar í lok janúar þegar kínverskir hópar fóru að afbóka sig. Allir viðmælendur töldu að tekjusamdráttur hafi verið mjög mikill og því hafi þeir nýtt sér hlutabótaleiðina. Viðmælendur leituðu aðallega stuðnings innan fyrirtækisins og fjölskyldunar, en einn viðmælandi var þó fyrir hjá sálfræðingi og sagði að það hafi hjálpað sér í gegnum þessa erfiðu tíma. Sumarið fór betur en á horfðist, þá sérstaklega í júlí og ágúst, en þó svo að mikil óvissa sé framtíð fyrirtækisins halda viðmælendur fast í vonina að ferðamenn munu koma í vetur. Viðmælendur í afþreyingu urðu fyrir miklum samdrætti. Hér segir einn viðmælandi að það sé auðvitað búið að vera ekkert í samanburði við síðastliðin ár. Hann getur hugsað sér að þetta sé 30% af því sem þau hafa verið með undanfarin ár. Eigendur yngri fyrirtækja virtust hafa meiri áhyggjur af framtíð fyrirtækisins. Nefndu þeir að þeir væru enn að borga niður lán og fleira. Hér segir einn viðmælandi að það hafi verið mjög erfitt að missa lífsafurðina og vera að hafa áhyggjur af því hvernig hann eigi ekki bara að halda heimilinu, heldur bara að kaupa í matinn og borga, bara að lifa. Þá segir hann að það sé svolítið sárt að hugsa til þess að hann gæti mist fyrirtækið. Að lokum vil ég fjalla gistingu, en þar voru alls tekin 4 viðtöl við eigendur gistihúsa eða hótela. Þar voru 3 viðmælendur karlkyns en 1 kvenkyns. 2 viðmælendur staðsettir í dreifbýli, 1 í þéttbýlinu Höfn og svo 4 utan sveitarfélagsins. 2 fyrirtækin eru staðsett í þéttbýli og 2 í dreifbýli. Viðmælendur töluðu allir að þeir fundu snemma fyrir áhrifum COVID-19 vegna afbókana. Þeir nýttu sér allir hlutabótaleiðina en sögðu að það hafi verið erfitt að skipuleggja vaktir þegar starfsfólk mátti einungis vinna 25% vinnu. Það var mikið talað tekjusamdrátt, alltaf 80% miðað við síðastliðin ár. Viðmælendur leituðu mikið eftir stuðningi innan fyrirtækisins og fjölskyldunar og voru ánægðir að hafa þann valmöguleika. Mikil óvissa framtíð fyrirtækisins var ríkjandi í svörum viðmælenda. Viðmælendur höfðu áhyggjur af undirboði og jafnvægi verðlagi í ferðaþjónustu næstu misseri og vonuðust að ráðist yrði í aðgerðir til að sporna við því. Heilt yfir voru viðmælendur þó nokkuð bjartsýnir. Einn viðmælandi talar hér að þau hafi verið að selja 50% á útdýrara og nýtingin hafi ekki verið nema kannski 60–70% núna í júlí. Það þýðir að það helmingssamdráttur í sölu. Annar talar að margir hafi verið að undirbjóða gistinguna sem nú þegar á mjög lágu verði. Þau geta ekki verið í neinni sjálfboðavinnu. Einn viðmælandi segist vera bjartsýnn á að fyrirtæki lifi af en sé ekki viss í hvaða formi og hvernig. Hann segir að það verði til í einhverri mynd eftir 2 ár. Annar viðmælandi segir að þau munu alveg hafa það af þar sem þau eru ekki það skuldsett. Hann haldi þetta hefjist allt einhvern veginn. En til að draga saman niðurstöður þá voru margir viðmælendur sem fundu snemma fyrir áhrifum vegna afbókana. Það var þó aðallega þeir sem eiga fyrirtæki í afþreyinga á gistigeiranum.
Viðmælendur töldu fyrstu bylgju COVID-19 hafa haft mikil áhrif á fyrirtæki sitt. Flestir þurftu að loka tímabundið og því hafi tekjusamdráttur verið mjög mikill á milli ára, alltaf 70–80%. Þetta var til þess að allflestir nýttu sér hlutabótaleiðina. Þegar að viðmælendur voru spurðir út í aðgerðir sveitarfélagsins til að koma til móts við eigendur ferðaþjónustufyrirtækja, virtust margir óánægðir með sein viðbrögð sveitarfélagsins. Þeir töldu að það hefði mátt grípa fyrr inn í til að styðja betur við fyrirtækin. En eins og áður hefur komið fram voru viðmælendur heilt yfir mjög óöruggir, bæði rekstur fyrirtækisins núna sem og framtíð fyrirtækisins. Það á sérstaklega við yngri fyrirtæki sem eru ef til vill skuldsett og hafa ekki efni á að missa tekjur í lengri tíma. Viðmælendur leituðu helst stuðnings innan fyrirtækisins og fjölskyldunar og sögðu að það hafi hjálpað sér töluvert. Aðspurðir töldu viðmælendur sig vera óhulta heilsufarslega séð, eflaust vegna fárra tilfella á svæðinu. En þrátt fyrir erfiða tíma reyndu viðmælendur að vera jákvæðir og voru þeir þakklátir fyrir meiri frítíma. Hann var ýmist notaður í gæðastundir með fjölskyldunni, slökun frá stanslausri keyrslu eða ráðast í verk sem fram að því hafði ekki gefist tími til. Í meginatriðum má segja að upplifun fyrirtækjaeigenda í ferðaþjónustu á Hornafirði hafi verið mjög svipuð. Þegar heimsfaraldur á borð við COVID-19 skellur á, stöðvast allt og atvinnurekendur þurfa að vera fljótir að bregðast við breyttum aðstæðum. Það reyndist þeim erfitt en þeir voru tilbúnir til að aðlagast aðstæðunum. Af niðurstöðum má draga þá ályktun að heilt yfir séu eigendur ferðaþjónustufyrirtækja mjög óöruggir með framtíð fyrirtækisins og hafa orðið fyrir miklu fjárhagslegu tapi. En þrátt fyrir erfiðar aðstæður líta margir þeirra á björtu hliðarnar og eru þakklátir fyrir meiri frítíma með sínum nánustu. Já, að lokum langaði mig aðeins að fara tala könnun Ferðamálafélags Austur-Skaftafellssýslu. En í lok september síðastliðins sendi FARC út könnun til 107 ferðaþjónustu aðila í sveitarfélaginu Hornafirði sem vinna í ferðaþjónustu. 57 manns svöruðu könnuninni og út frá því voru teknar saman helstu niðurstöður. Það helsta sem kom fram var að áætlað að á bilinu 15–20% af störfum innan sveitarfélagsins tapist á bilinu 2020–2021 til samanburðar við árið 2019. Einnig kom fram að hlutfall lítilla og meðalstórra fyrirtækja var 92% af fyrirtækjum í ferðaþjónustu árið 2019. Þá höfðu lítil og meðalstór fyrirtæki skapað á bilinu 64–66% allra starfa ferðaþjónustunnar í sveitarfélaginu árið 2019. Greinilegt var að ferðaþjónustuaðilar eru mjög neikvæðir til skamms tíma eða næstu 6 mánuðina og telja að á bilinu 232–326 störf tapist vegna COVID-19 til loka árs 2021. Hins vegar eru ferðaþjónustuaðilar jákvæðari ef horft er til lengri tíma, þá 12–24 mánuði, og ekkert fyrirtæki hyggst hætta starfsemi. Þessar niðurstöður svipa til þeirra sem fengust við rannsóknina sem við unnum að í sumar, en vert er að taka fram að þessi könnun var framkvæmd seinna en rannsóknin okkar. Þriðja bylgjan var á hraðri uppleið í lok september og þá voru nánast engir ferðamenn að koma til landsins. Samanborið var okkar rannsókn framkvæmd mánaðamótin júlí–ágúst, en þá var önnur bylgja nýbyrjuð og fólk var eflaust jákvæðara á þeim tíma. Einnig vil ég skerpa á því að könnun FARC var megindleg og því hægt að fá fleiri þátttakendur sem gefa skýrari mynd af almennri upplifun ferðaþjónustuaðila. Rannsóknin okkar var hins vegar eigindleg og því ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum. Þær gefa þó sterkar vísbendingar hver upplifun eigenda ferðaþjónustufyrirtækja var á þeim tíma. En þá er þetta komið hjá mér. Eru einhverjar spurningar? Engar spurningar. Ef þið hafið spurningar sem að kvikna upp á eftir, þá getið þið senda í spjallið eða skrifa þær hjá ykkur og við tökum þær í umræðunum ef það er engar spurningar sem koma núna.
þá hleypum við að lokum Arndísi Ósk að, þar sem hún kynnir niðurstöður á sínum verkþætti. Arndísi Ósk, gjörðu svo vel. Já, takk Arndís. Nú Sjáu þið þetta? Já, það sést. Gott mál. Nú sjá, og svona líka. Ok, gott. Heyrðu, komið bara sæl öll sem öll. Og ég heiti Arndís, eins og hefur komið fram, og vann á rannsóknarsetrinu hérna í sumar. Framkvæmdi þess að hinn hluta af rannsókninni sem að snerist upplifun erlends starfsfólks í ferðaþjónustu á Hornafirði í COVID-19. Og svo ég fari aðeins inn í aðferðafræðina, þá var markmið rannsóknarinnar að auka innsýn í upplifun og aðstæður þessa fólks í fyrstu bylgjunni. Það kannski rétt að taka enn og aftur fram og hún náttúrulega framkvæmd nokkru fyrr heldur en rannsóknin hjá Hafdísi. Hún áður en önnur og hvað þá þriðja bylgja kom til sögunar og lítast af því að sjálfsögðu. En við val á þáttakendunum þá var ég að byggja þetta svona nánast alveg á félagslegum tengslum. Ég var að nota svona snjóboltaorðtak og þá bað ég aðra viðmælendur að benda mér og aðra hugsanlega viðmælendur. Og var að framkvæma þessi viðtöl í byrjun júlí til ágúst og náði samtals 20 viðtölum. Þau skiptust síðan innbyrðis á 3 ferðaþjónustusvið og það voru veitingar, afþreying og gisting eins og hjá Hafdísi. Og í viðtölunum þá var ég að notast við hálfstaðlagan viðtalsramma. Það svona hálfopnar spurningar í honum og þær snerust bara í kjarnanum svona félagslega upplifun, réttarvitund, réttarstöðu fólks, atvinnuaðstæður í COVID-19 og síðan aðeins framtíðarsýn viðmælenda. Og ég fór líka þá leið að taka nokkur viðtöl við brottflutta einstaklinga og í raun gerði ég það vegna þess að reyndist bara frekar erfitt að ná til fólks svona í upphafi. Og síðan fór svona snjóboltinn að rúlla og þá gekk þetta allt saman. En fólk var að lýsa bara yfir höfuð miklum önnum eða var bara ekki einfaldlega á svæðinu. Og þessi hin viðtöl voru þá tekin bara í gegnum myndsamtali eins og við erum eiga hér. Eða í Reykjavík og annars voru bara viðmælendur mínir úr nær öllum sveitum á Hornafjarðarsvæðinu og auk Hafnar að sjálfsögðu. En já, síðan greindi ég þessi viðtöl náttúrulega og kláraði að skrifa hluta af skýrslunni núna í ágúst og ætla að gefa ykkur svona innsýn inn í niðurstöður hennar hérna og ætla að styðjast kannski frekar mikið við tilvitnanir upp úr viðtölunum. Þær koma líka fram í skýrslunni. En mér finnst það að gefa mjög gott svona sjónarhorn á það sem ég fékk að heyra. Get eiginlega ekki komið þessu betur til skila en þannig. En ætla hins vegar að byrja hérna aðeins á að nefna aðra rannsókn sem var gerð af rannsóknarmiðstöð ferðamála. Hún kom út í júlí núna árinu og einblíndi á starfsumhverfi erlends starfsfólks í ferðaþjónustu í gegnum þekkingu stéttarfélaga úr vinnustaðaeftirliti og líka úr viðtölum við erlent starfsfólk. En þessi skýrsla framkvæmd fyrir tíma COVID-19 sem er svona áhugaverður samanburður en ég er með nafnið á henni hérna á glærunni aðstæður erlends starfsfólks í ferðaþjónustu. Og þar koma fullt af áhugaverðum hlutum fram. Ég mæli með því að lesa þessa skýrslu. Meðal annars að samfélagslegt öryggisnet þessa hóps erlends starfsfólks skorti fyrir fólk sem missir vinnu eða missir húsnæði eða lenda í annars konar áföllum. En já, kannski bara að efni þessara skýrslu þá ætla ég svona að byrja að segja frá niðurstöðunum út frá upplifun fólks af dvöl sinni á svæðinu. Ég lagði mikla áherslu á sýn fólks á samfélagið og líka af þátttöku þeirra í samfélaginu. Og ein skýrasta niðurstaðan sem kom fram, hún fólst eiginlega bara í því að meirihluti hópsins upplifði sig frekar aðgreindan frá heimamönnum. Og viðmælendur höfðu samt líka orð á því að COVID-19 hefði í rauninni skapað einhvers konar aðstæður þar sem þeir hefðu getað kynnst nærsamfélaginu betur. Og
það væri þá vegna minna vinnuálags eða þeir hefðu kynnst samstarfsfólki og yfirmönnum kannski bara upp á nýtt, ef svo má segja, og byrjaði að stunda tómstundir, byrjaði að læra íslensku og fleira og þessu lýstu þeir þá sem svona jákvæðri afleiðingu af annars frekar einangrandi tímum. Og önnur kannski áhugaverð upplifun einmitt að fólk fann fyrir einmanaleika og það var vegna brottflutnings annars erlends starfsfólks. Og sumir sögðu beinlínis að þeir væru svona einir eftir af sínum vinahópi og ég myndi þess vegna bara draga þá ályktun að þarna hafi þeir kannski mist sitt sterkasta tengslanett en að sama skapi nokkrir auðvitað fengi tækifæri til að endurmóta tengslanettið á einhvern hátt við heimamenn að minnsta kosti þegar mannamót voru leyfð. En já, það voru líka fleiri þættir sem voru að spila inn í þarna og til dæmis búseta í dreifbýli voru mun fleiri sem að greindu frá því að þeir aðlögust ekki samfélaginu þar en voru aftur á móti sumir í sterkari tengslum við fólk á vinnustæðum sínum. Og atvinnugreinin sjálf, ferðaþjónusta, hún var líka þáttur sem að margir sögðu að hefði svona viss útilokandi áhrif. Í fyrsta lagi væri bara umhverfi lokað og alþjóðlegt og í öðru lagi væri mikil samvera einungis við annað erlent starfsfólk og í þriðja lagi þá var fólk líka að lýsa svona löngum vinnudögum fyrir tíma COVID-19. Og hvað var það svona upplifun af atvinnugreininni almennt? Það var hérna ein frásögn aðila sem kemur úr stórfyrirtæki og þessum skilaboðum komu margir sem höfðu svona langa starfsreynslu í ferðaþjónustu á framfæri. Þess að þeir höfðu svona eiginlega gagnrýnari sýn á starfsemina hérlendis. Og þessi aðili segir, bara svo ég þýði þetta aðeins, þegar kemur að ferðamennsku og erlendu starfsfólki þetta dálítið villta vestur Íslands. Þú þarft að vera sterkur og vita af hverju þú ert hérna, af hverju þú vilt vinna hérna. Vegna þess að stundum líður þér eins og það sé allt á móti þér og þér finnst fyrirtæki vera miðað í að skapa gróða, en ekki nauðsynlega að skila gæði þjónustuna sem þeir veita. Þetta svona kannski almennari upplifun heldur en nákvæmlega COVID-19. Hér eru síðan önnur ummæli frá einstaklingi, líka með eina svona lengstu starfsreynsluna af viðmælingum mínum og hafi fundið fyrir mismunun á milli útlendinga og Íslendinga af öllum þessum árum sem hann hafi verið hér og sérstaklega lýst hann sko launamunni og svona launaleynd á vinnustöðum. Segir hérna, það eru sömu laun fyrir konur og karla en ekki fyrir útlendinga og Íslendinga. Það það sem þú þarft að berjast fyrir. Alltaf þegar ég fæ borgað segja þau vinsamlegast ekki segja neinum í eldhúsinu. Það geti skapað vandamál. Hvað var það svona réttar vitund, þá töldu viðmælendur sig núna bara almennt vera meðvitað rétt sinn. En í sumum tilfellum þá veigruðu sér eiginlega frá því að framkvæma samkvæmt því og það var mjög algengt að fólk lýsti að finna styrk í svona samstarfsfélögum, samlöndum sínum. Það voru breyttar skoðanir stéttarfélög. Í rauninni frekar svona afgerandi í báðar áttir, en stéttarfélögin voru þá ýmist bara hluti af stuðningsneti fólks eða það fann ekki alveg styrkinn sem það hefði vonast eftir þar. En það fylgdi hins vegar oft að réttarstaðan hefði ekki verið eins skýr þegar COVID-19 var að garði og bara sérstaklega þegar kom að hlutabótaleiðinni. Nokkrir sögðu sko frá misnotkun henni og enn fleiri náttúrulega bara frá kjarasamningsbrotum eða annars konar misræmi á kjörum sínum sem það var þá meðvitað en létu svona þar við sitja að gagnrýna og það virtist eiginlega vera sem þessi kjör hefði farið beinlínis versnandi þegar COVID-19 hófst og svona örvæntingin var meir, fólk var að lýsa því. Og hérna á glærunni ég með orð viðmælanda sem lýsir því að hafa þolað brot í vinnu sinni og hún tekur það líka jafnframt fram að hún myndi ekki sætta sig við sambærilega meðferð í heimalandi sínu sem áhugaverður punktur. Leyfðu ykkur að lesa hana bara sjálf.
hvað húsnæðismálin varðar, þá var meiri hluti í atvinnutengdu húsnæði á einhverjum tímapunkti í þessari fyrstu bylgju og því fylgdi svona stöðugleiki að þeirra sögn, en það var eiginlega bara því leytinu til að þau töldu sig vera svona heppin að þurfa ekki að leigja húsnæði á markanum, en á sama tíma voru afskaplega miklar áhyggjur og sérstaklega við atvinnumissi eða þegar fólk var ekki með samning yfir leiguna og í einstökum tilfellum þá höfðu málin náttúrulega bara þrást þannig að fólki var beinlínis beðið að fara úr húsnæði þá án löglegs fyrirvara eða þegar það var ekki samningur þá bara án alls fyrirvara. Það voru dæmi það. En ég tók líka viðtöl eins og ég sagði áðan við 4 einstaklinga sem voru fluttir af svæðinu og missir á húsnæði virtist hafa, mikil áhrif á þá ákvörðun. Og ég tek hérna upp á glæruna ein af ummælum þessa einstaklinga sem lenti í að missa húsnæði sitt og gerði það þegar takmarkanir á faraldrinum voru sem mestar. Hann segir hérna, allir eru að fríka út og þau skilja þau bara eftir á götunni. Þetta getur ekki verið löglegt. Þú fékkst á tilfinninguna að þau vildu þau út úr húsinu, út úr fyrirtækinu, því þá er þú ekki vandamáli þeirra lengur. Síðan varpaði hérna upp við 2 ummælum, 2 einstaklinga. Mér finnst þau áhugaverð fyrir þær sakir að þær eru að varpa ljósi á áskorunina sem getur fylgt því að dvelja í litlu persónulegu rými í atvinnutengdu húsnæði í heimsfaraldri, svona smithættu. Og neðri tilvitnunin kemur frá einstaklingi sem þurfti til dæmis að viðhafa sóttkví í fyrstu bylgjunni og neyddist þess að gera það á stað sem hann taldi ófullnægjandi húsakost. En stærsti og svona kannski eftirtektarverðasti munurinn, hann kom fram hjá fólki frá svæðum utan ES í samanburði við fólk innan ES. Og eðli málsins samkvæmt þá var kannski flest það fólk ekkert á leiðinu út í heim, ferðalögin náttúrulega takmörkuð svona þeim mun fjarlægari sem þau voru. En viðmælandurnir mínir, þau voru þá ýmist ekki með atvinnuleyfi eða þeir voru með tímabundin atvinnuleyfi og þar af leiðandi var enginn með rétt til atvinnuleysisbóta. Og svörin lituðust augljóslega af því og í sumum tilvikum þá myndaðist staða, eða þú getur myndast staða með svona atvinnuleyfi þar sem er frekar hægilegt að segja einstaklingi sem er þá í landinu fyrir tilstuðlan vinnuveitanda síns. Og þetta skapar svona aðstöðu þar sem starfsmaður er eiginlega háður atvinnurekendum, háður því að vera með atvinnu. Og þegar aðili síðan lendir í því að missa vinnuna verður hann að sækja dvalarleyfi á meðan á atvinnuleyfinni stendur eða finna nýjan atvinnurekanda og fylgja þá sama ferli og eða yfirgefa landið sem var stundum bara ómögulegt. Þetta var svona stærsta kerfislega gagnrýnin sem kom fram hjá fólki, þá komandi frá fólki utan ES. Og ásamt því líka óttast endurkomubann til landsins eða yrði rof á leyfunum þeirra. Og það voru sem sagt allir viðmælendur utan ES sem lentu í tímabili þar sem þeir voru alfarið tekjulausir og slík aðstæða leiddi hluta þeirra út í svarta atvinnustarfsemi eða sjálfboðaliðastörf. Og ég er ennþá að tala þessa sem eru utan ES, það að segja. Þessi sjálfboðaliðastörf, þau virtust mörg vera í efnahagslegum ávinningi fyrir veitandann. Mjög erfitt fyrir mig að bera endanlegt mat á það samt, en raunin var hins vegar svo að viðmælendur voru þá bara að grípa til úrræðisins út frá því sem þeir töldu vera neyð, flestir að tryggja sér grundvallar þarfir og heilt yfir voru það 4 viðmælendur að þessum 20 sem ég talaði við. Sem sagt. Og ég ætla að taka það fram að þessi störf voru ekki öll innan sveitarfélagsins samt. En svo ég vitni hérna bara í neðri tilvitnunina, hún segir: Ég naut þess að vera sjálfboðaliði en fjölskylda mín er í heimalandinu og ég þarf að senda þeim pening í hverju mánuði. Svo núna er ég ekki búin að vinna í næstum 3 mánuði og þetta er frekar erfitt fyrir mig.
en að minnsta kosti þá þurfti ég ekki að borga leigu og mat þegar ég var atvinnulaus. Og ég ætla núna bara svona snerta á frásögnum úr hverri og einni atvinnugrein og það í fyrsta lagi veitingarnar, þær skáru sig afskaplega mikið úr með svona samhljóma frásögnum frá 5 einstaklingum og þar var brotastarfsemin mun algengari heldur en annars staðar og það voru allir sem að lýstu ófullnægjandi kjörum að sínu mati og á einhvern hátt. Hann liggur fyrir að faraldurinn þar, hann var að bitna fólki sem starfaði innan veitinga með minni fyrirvara. Virtist koma þeim í svona kannski opnari skjöldu sem að leiði síðan til öðruvísi vinnu umhverfisauðvitað og framtíðar áform þessa hóps innan ferðaþjónustu voru eiginlega bara ekki miklar. Flestir vildu yfirgefa atvinnugreinina og voru allir sem að vildu yfirgefa vinnustæðin sem þeir voru á í COVID-19 eða voru búnar að því. Þannig að þetta, já, þessi hópur skar sig úr greinilega. Og hér eru dæmi samskipti örðuleika sem að sérhverju viðmælandi hafi fundið fyrir á vinnustæðunum sínum í COVID-19. Og þessi samskipti þau voru að lýsa sér allt frá því að vera bara óhreinskilni, yfir í versta falli kúganir og þess konar samskipti eru auðvitað til þess fallin að hafa áhrif á upplifun fólks af COVID-19 og kannski ýta undir þá tilfinningu að vilja yfirgefa vinnustæð sinn eða yfirgefa atvinnugreinina, jafnvel svæðið. En sem dæmi sem kannski frekar jaðarstilvik, ég vil taka það fram, má sjá hérna tilvitnunina sem neðst sem segir yfirmaðurinn hótaði að ég myndi missa vinnuna ef COVID-prófið mitt kæmi jákvætt. Jafnvel ef það væri neikvætt, sagði hann að ef ég hagaði mér ekki þá myndi ég missa vinnuna í lok mánaðar. Þá færum við okkur yfir í afþreyinguna og það sem mig langar kannski fyrst að nefna er að viðmælendurnir sem voru 7, þeir sýndu annan hvata fyrir dvöl sinni hérna á Hornafirði og í mörgum tilvikum var það vegna þess að það bjó yfir einhvers konar sérfræðikunnáttu eða áhuga og útivist í sveitarfélaginu. Og líka mjög einkennandi að þetta fólk minntist á fjárfestingu sína eins og bara menntun og jöklanámskeið, búnaður, yfir höfuð bara svona staðbundin reynsla sem var þá til þess að fólk fann fyrir því að hafa skuldbundið sig meira á svæðinu og nær allir viðmælendurnir mínir þarna þeir eruðu atvinnulausir. Það kom hins vegar í ljós að þessi hópur er samrýmdur innbyrðis og fólk býr saman í húsnæðum, mörg fyrirtæki að vinna á sama vettvangi af þeim viðmælendurnum ég talaði við og að þessu leytinu til þá var félagsleg staða að vera bara sterkari. Þeir sem voru úr minni fyrirtækjum, þeir voru líka að lýsa nánara og jákvæðara sambandi við sína yfirmenn og samstarfsfólk. Það var alveg afgerandi starfsánægja hjá hópnum, alveg öfugt við viðmælendur í veitingum. Og vegna þess þá lýstu þau líka svona treganum sem að fylgdi því að missa vinnuna eða hanga á bláþræði eins og þau kölluðu það. Tel ég svona yfirvofandi að þurfa kannski að yfirgefa atvinnugreinina, jafnvel svæðið, svona þrátt fyrir að þeirra þekking og ástríða væri hér. Og eins og efri tilvitnunin segir hérna, þetta er alveg nýtt fyrirbæri fyrir mér. Mér datt aldrei í hug að ég geti séð fyrir sjálfur mér og notið þess. Þetta er bara vá, allir dagar eru fallegir, jafnvel þó sé mikið að gera rigning og súperkalt. Ég ætla þá bara að ljúka umfjölluninni á niðurstöðum frá viðmælendum í gistingu og félagsleg tengsl þessara viðmælenda þau virtust takmarkast meira við vinnustæðin. Sérstaklega í tilfelli þeirra sem voru staðsettir í dreifbýli. Allir þessir viðmælendur voru að dvelja í atvinnutengdu húsnæði og meirihlutinn hafði dvalið áfram á Hornafirði í fyrstu bylgjunni en búið við hérna skert starfshlutfall. Hlutabótaleiðin hún var algengust í notkun hjá gistingunni og það var síðan áberandi afleiðing af COVID-19 að mannekla og mikið álag væri
á þessum vinnustöðum í sumar. Og hvað var það svona vinnukjör? Þá var meiri hluti viðmælenda með starfssamning í gildi, það líka ólíkt veitingum og í minni fyrirtækjum í dreifbýli var algengt að starfsfólk væri náið vinnuveitendum sínum og það eiginlega hafði síðan aftur áhrif á það hvaða augum þau voru að líta aðstæðurnar í COVID-19. Það ýtti í raun frekar undir skilning fólks á aðstæðunum og leið þá gat það valdið svona tilhneigingu hjá sumum til þess að sætta sig við verri kjör heldur en þau áttu rétt á. Hér til dæmis eitt slíkt dæmi og hérna viðmælandi sem sætti sig við að skilja við vinnuna án þess að fá hluta af launum og uppsagnarfrest útborgaðan og gerði það í raun til þess að fyrirbyggja ágreining og segir þetta var svo kaótískt samt einhverjar fréttir. Þeir munu styðja hótelið, þeir munu ekki styðja hótelið, þeir ætla að borga okkur uppsagnarfrest, þeir ætla ekki að borga okkur uppsagnarfrest. Ég var bara hægt þessu, ég ætla að vera útaf fyrir mig, þið getið síðan ykkar því þið eigi engan pening, enga túrista og enn starfsfólk og getið bara lagað ykkar. Já, ég ætla að snerta kannski aðeins á kynjamununum líka. Það reyndist vera svona nokkur munur á sögum kynjana og í fyrsta lagi var það bara meiri festa á svæðinu hjá karlkyns viðmælandum. Meirihluti kvenna hafði í rauninni íhugað flutninga eða voru bara þegar búin að láta að því verða. Konur voru líka oftar að vísa til þess að þeim fyndist þær svona takmarkaðri á vinnumarkaðinu fyrir utan ferðaþjónustu. Og auk þess þá voru áhyggjur af smitum af COVID-19 allar komandi frá konum. Þær voru ekki miklar þegar út í það er farið en það má vel vera að þetta sé bara vegna þess að ég talaði við fleiri konur sem að störfi í þrifum og í svona náinni þjónustu við fólk. Og aðeins framtíðar áformin þá voru svona þeir þættir sem að höfðu áhrif á framtíðarsýn fólks. Þróun á faraldrinum, þróun innan atvinnugreinarinnar og staða þeirra sem einstaklinga í kerfinu, það að segja hvort þeir voru utan EES eða ekki. Og það kom fram hjá meirihlutanum að ef þeir hefðu val þá myndu þeir kjósa að dvelja á svæðinu en hlutið þeirra tjáði líka að þeir myndu heldur kjósa aðra atvinnugrein. Og sumir, svona sérstaklega þeir sem höfðu verið í heilsársdvöl, þeir lítu beinlínis á Ísland sem sitt heimaland og voru þá bara eðlilega ekkert að horfa út fyrir landsteinana. En svona rétt í lokin til að draga saman heildarniðurstöðurnar þá voru allir viðmælendur mínar lækkaðir í starfshlutfalli eða misstu vinnuna og stærstu hindranirnar sem fólk var að greina frá voru einmitt vinnulok og vandamálin snerust þá vangreitan uppsagnarfrest, óljósar uppsagnir, missi á atvinnutengdu húsnæði sem gat auðvitað leitt til heimilisleysis og það var oft minnst á þekkingarleysi vinnuveitenda og í nokkrum tilvikum aðila sem áttu að sinna hagsmunagæslu. Það þótti samt bara einfaldlega vera svona afleiðing óvissu ástandi og það virtist bara ekki síður teygja sig til annarra aðila heldur en viðmælenda minna sjálfra. En svona burt séð frá þessu þá sögðu viðmælendur líka frá því að á tímabilinu þá hefðu þeir fengið svona tækifæri til þess að fá frí, andrými, svona læra tungumálið, ferðast landið og nær allir upplifðu sig örugga með eigin heilsu, svona þrátt fyrir að starfa í alþjóðlegu umhverfi og í nánum tengslu við fólk. Þau tjáðu í rauninni að Hornafjörður hefði verið var ákjóslega staður til þess að dvelja á í heimsfaraldri, svona þegar koma frelsi og þegar koma öryggi. Og svona, já, þannig séð öryggi, heilbrigðislegu öryggi. Aftur á móti áttu bara svo til allir viðmælendur sameiginlegt að upplifa óöryggi sem snýraði hversu varanlegt vel þeirra yrði hérna á Hornafirði og sérstaklega voru þeir að líta óvissu augum á veturinn eða haustið og veturinn vegna húsnæðis og atvinnu og það var á þeim tíma sem að engin smit voru nánast í landinu í sumar og í megin atriðum þá má alltaf segja bara að upplifun fari eftir sviði fólks í ferðaþjónustunni, ríkisfangi og sambandi við vinnuveitenda. Þetta var eitthvað sem ég áttaði mig á að
þegar ég var að tala við fólk að svona þegar á hólminn komið og landamæri heims kannski lokuð þá eiginlega ákvörðunarvaldið í höndum þess aðila sem þú ert háður þínum grunnþörfum sem oft atvinna á húsnæði og atvinnutengd húsnæði, þau eru úrræði sem að svona mikill meirihluti viðmælanda var að búa við. Það var mjög greinlegt að það getur valdið íþyngjandi aðstæðum og sérstaklega ef það ekki löglega við staðið. Og af niðurstöðunum þá myndi ég líka draga þá ályktun að félagslegar aðstæður þær ráði í raun miklu velferð erlends starfsfólks og getur skipt mjög miklu máli vegna þess að með félagslegum tengslum þá skapast svona öryggisnet fyrir fólk í efnahagsþrengingum og sem erlend starfsfólk náttúrulega mun ólíklegra að hafa heldur en Íslendingar. Þá hef ég bara lokið þessari umfjöllun minni og skilst það að sé opið fyrir umræður hérna á eftir og hlakka þá bara til að heyra frá ykkur þar og hvet ykkur til þess að koma með spurningar líka eða vakna. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Ardís. Já, eins og Ardís sagði, þá bara að koma fyrir spurningar. Ef einhver hefur spurningar, ég finnst nú ekkert verið að það sé ekki bara þetta að fá orðið. Sofía, þú ert mjótuð. Já, heyrist í mig núna. Já, ég ætlaði bara kannski að byrja með smá komment svona meðan að fólk væri að hugsa spurningar. Að það eru náttúrulega frekar sláandi upplýsingar sem koma fram í erindi Ardísar Óskar og mig langar að taka fram að í skýrslunni eru tillögur til úrbóta sem að kannski væri skynsamlegt fyrir bæði bæjarstjórn og eigendur í ferðaþjónustu að skoða. Það eru til dæmis held ég tillögur í 11 liðum til úrbóta á eftir kafla Ardísar Óskar hvað hægt hvernig væri best að bregðast við af því að eins og við heyrðum að hennar erindi eru mjög víða pottubrotin gagnvart útlendingunum og ekki bara hér á Hornafirði, það var nú bara í hádegisfréttum í dag verið að gagnrýna það á Alþingi að það væri ekki tekið neitt tillit til erlendra starfsmanna í úrræðum sem verið að kynna þar núna. Og eins í kaflanum hennar Hafdísar Láru eru líka tillögur til úrbóta. Þannig að ég vildi bara svona benda á þetta af því að þær kom ekki inn á þetta í sínum erindum. En endilega komið með spurningar, ég nú bara svona að reyna að kommentera eitthvað á meðan þið hugsið málið. Já. Ég sé að Sæmundur búin að rétta upp hönd, en ég veit ekki hvort að þið séu það. Nei, ég sé nú ekki rétt upp höndtaka. Ef þið hafa spurningar, það með endilega senda bara í spjalli, þá get ég kalla ykkur upp. En Sæmundur, gjörðu svo vel. Ég ákvað að senda þetta ekki í spjalli. Sælverið öll sem vel og takk kærlega fyrir þessi erindi sem voru sannarlega áhugaverð hjá okkur öllum. Mjög áhugaverð og mér langar eiginlega bara að kasta fram smá hugleiðingu eða spurningum til ykkar allra að svara eða vonandi getið komið inn á en hver tilfinning ykkar varðandi erlenda starfsmenn, hvaða þjónustu þurfa þeir betri eða öðruvísi frá samfélaginu eða ætlast þeir til einhvers sem við erum ekki að uppfylla en sjá þjónustu frá sveitarfélaginu þá eitthvað sem sveitarfélagið ætti að vera að gera öðruvísi en það að gera og benda erlendir starfsmenn eða íbúar á einhver ákveðna hluti sem samfélagið þarf að bæta eða breyta gagnvart. Svo spyr maður sig hvort að það eitthvað ákveðið element sem hefur áhrif á samfélagsþátttöku. Ég bara yfirleitt, það getur nú átt við okkur bara öll svo sem, en erlendir starfsmenn kannski það sem vekur mest áhuga
hvort að þið hafi einhverja tilfinningu varandi þetta. Hildur eða Eik, viljið þið kannski byrja á að svara þessu? Það verður kannski fráleitt að vera settur saman svona faghópur þegar verður farið í stefnumótunargerð. Þegar verður settur saman faghópur fólks erlendum uppruna, þá er bara kjörið að spyrja þessi spurningar þar. Sveitarfélagið hefur reynt að auglýsa á fleiri tungumálum þegar hafa verið einhverju viðburðir og við erum að bæta okkur núna í því að senda upplýsingar þegar fólk er að flytja til sveitarfélagsins á heimilisföng í staðinn fyrir það að þetta sé eingöngu afhent á lögreglustöðinni. Þannig að, já, en bara allar tillögur til úrbóta eru alltaf vel þegnar. Já, mér langar kannski bara að grípa orðið líka vegna þess að þetta er náttúrulega vonandi tímabundið ástand sem að fólk er atvinnulaust og þess vegna fannst mér alveg ótrúlega gaman að heyra frá Eik og virkniúrræðinu. Ég vissi ekki að því fyrir í október, þið kannski hafa það í huga við lestur skýrslunar, hún er náttúrulega skrifuð í ágúst, en það sem blasir mest fyrir mér er náttúrulega bara að tryggja fólki húsnæði í fyrsta lagi vegna þess að fólk þarf að búa einhvers staðar til þess að geta unnið einhvers staðar og í öðru lagi atvinnu. Og ég velti svona kannski aðeins þessu húsnæðismáli meira fyrir mér. Mér finnst það, mér finnst það mjög brýnt að athuga hvar málin eru þar, en það þarf að athuga ennþá frekar. Vegna þess að þegar ég var að taka viðtölum við mína viðmælendur, þá var ég kannski ekki alltaf að beina spurningunum mínum að því hvað vantaði heldur hvernig fólk væri að upplifa ástandið og fólk fór meira þangað. En já, ég bendi bara á tillögurnar á úrbótunum. Það eru alls konar hlutir sem hægt að gera. Ég held að það krefjist bara svona þverfaglegar vinnu hjá fólki sem hefur svona faglega þekkingu á því og hjá fólkinu sjálfu sem veit náttúrulega best. Takk fyrir þetta. Ásgerður, það orðið. Já, komið sæl og takk kærlega fyrir þetta málþing. Ég tek undir með Sæmundi, þetta er náttúrulega bara mjög flott hjá okkur og bara mjög þakklátur fyrir þessi vinna að fara að stað og þakka bara rannsóknasetrinu fyrir að fara í þetta og við náttúrulega sjáum sveitarfélagið að taka þátt í þessu því að það var greinilega mikil þörf á þessu og maður er náttúrulega hálfslegin þessar upplýsinga. En náttúrulega starfi hennar Eikar, þess að það að koma þetta náttúrulega mun væntanlega vera góður efniviður fyrir hann að vinna með og líka bara tengingin við Vinnumálastofnun og aðra þætti að vinna, að upplýsa og vinna úr og finna hvar við getum gert svo miklu betur og svo komið fram að þá ef þetta er staðan hér í okkar sveitarfélagi þá eru náttúrulega víða bara ábyggilega lík, ég get ekki ímyndað mér að við séum endilega eitthvað allt öðruvísi heldur en aðrir. En bara fyrst og fremst bara þakka fyrir að þetta verkefni fór á stað og bara eitthvað góðu vinnu og ég held að þetta sé muni hjálpa okkur og Arndís náttúrulega þegar þú ert að gera skýrsluna þá starf hennar Eikar ekki orðið fullmótað eða við erum ekki búin að fá styrkinn eða það er bara allt í vinnslu. Þannig og ég bara maður er svo fegin að við skildum hafa tekið ákvörðun að fara í þessa átt því að þarna er greinilega þörfin og eins og Hildur kom inn á held ég að verið að þessir einstaklingar eru eða Eik okkur mjög mikilvægir og við viljum að fólk staldri við því að við þurfum á þessu fólki og fleirum að halda þegar að allt fyrir að staða aftur. Þannig að þess vegna viljum við náttúrulega líka að það sé vel komið fram við það og maður veltir í stundum fyrir sig hvort að atvinnurekendur sé að gera þetta með opin augu eða hvort að fólk bara hreinlega er ekki að kynna sér hvernig hlutirnir eiga að vera. Og þá helst kannski í sambandi við þessi húsnæðisúrræði að hvort að starfsmenn sem er í leigu að vegum
atvinnurekanda, á það ekki bara sama rétt gagnvart húsaleigulögum og aðrir. Þú veist, mér finnst það vera kannski einn punkturinn sem að þarf að þá skoða og því að ég man ekki betur heldur en að það sé búið að breyta húsaleigulögum þannig að réttindi leigjenda eru orðið miklu sterkari heldur en það voru. Þannig að það á ekki að vera hægt að henda fólki út bara út á guð og gaddinn, sko, þú veist, og í faraldri og það allt saman, sko. Það náttúrulega bara, já, maður eiginlega skilur þetta ekki. En bara takk kærlega fyrir. Takk fyrir þetta, Ásgerður. Eik? Já, mér langaði bara að þakka æðislega vel fyrir að fá að hlusta á þessi góði erindi. Ég algjörlega sammála að verkefnin framundan, þau eru mörg og mjög mikilvæg og ég tel algjörlega nauðsynlegt að skoða þessi húsnæðismál. Ég held að ég hef sjálf ekki orðið mjög vör við þetta í minni því sem ég hef verið að skoða að fólk sé að missa húsnæðið, en ég hef að sjálfsögðu heyrt af þessu og væri mjög til í að skoða þetta nánar. Það algjörlega, ætti að vera algjört forgangsatriði, alveg sammála því. En annars bara takk fyrir mig. Það var mjög fróðlegt að hlusta á erindin hjá Arndísi Ósk og Hafdísi Láru. Takk fyrir þetta, Eik. Ég langaði aðeins. Já, komið sæl og takk fyrir mjög áhugavert málþing. Og það sem snýr að félagsþjónustu að þá sé ég nú framundan hjá okkur að það er mikill liðsauki með að fá Eik inn í þetta verkefni og þar kemur svona enn þéttari tenging við Vinnumálastofnun og ég vil undirstrika að verkefnastjóri Hildur Ýr hefur verið með mikla ráðgjöf við mjög marga, hvort þetta voru yfir 60 mann sem vorum að taka saman daginn. Þannig að það er mikil þjónusta í raun og veru við mjög marga sem af erlendum verkibrotin sem að búa hér og eru í vinnu hér. Og þá það kannski meira fólki, það ekki rétt hjá mér Hildur, sem að þá búið að vera lengur hérna og svo náttúrulega einhverjir sem eru nýkomnir. Það bara allt í bland, sko. Allt í bland, já. Já. Akkurat. En það heilmikil þjónusta í kring sem að sveitarfélagið að sinna á félagsviði. En auðvitað getum við gert mikið betur og það auðvitað mikil vinna framundan varðandi húsnæðismálum. Við erum með biðlista í húsnæðinu hjá okkur, en síðan auðvitað eitthvað sem að sveitarfélagið þarf að þá vinna saman með væntanlega atvinnurekendum, myndi ég sjá framundan í verðandi þessi húsnæðismál, hvernig við ættum að taka saman höndum þar. Ég vildi bara aðeins koma inn á þetta, en það er mikil verk að vinna tel ég framundan á þessu sviði. Takk fyrir þetta, Erla. Sofía? Já, ég vildi kannski af því að Ásgerður orðaði svo að þetta væri líklega ekki bara svona hjá okkur sem ég held að sé sjálfsögðu rétt og held ég að við tekið fram þegar ég var að tala hérna aðeins úrræðin sem í skýrslunni. En getur verið að ástandið hafi verið sérlega slæmt hjá okkur í þessum málum vegna álagsins, vegna þess hvað var brjálað að gera hjá öllum, vegna þess hversu margir eru með ný fyrirtæki eru sem sagt kannski ekki reyndir og hafi bara hreinlega ekki haft tíma til að kynna sér málefni eins og sem snúa að réttindum starfsmanna. Það er svona, ég velti því fyrir mér hvort það geti verið einhver ástæðan. Til dæmis það
að gera leigusamning atvinnutengt húsnæði. Ætli fólk hafi áttað sig á því að það væri í raun og veru réttur fólks að fá leigusamning þó svo að það væri atvinnurekandi þeirra sem ætti húsnæðið. Og þú veist, ég bara velti þessu fyrir mig, ég gæti trúa að það væri kannski álag og vanþekking sem að kannski skýri að einhverju leyti já, hversu víða pottur brotin gagnvart útlendingunum. Takk. Takk fyrir Sofía. Arndís Ósk. Já, við langar bara aðeins að halda áfram með þetta sem Sofía og Ásgerður voru að segja húsaleigulögin vegna þess að þau tóku gildi að mig minnir 2019, þannig að kannski ekki komin nægileg þekking á því hvað breytingarnar fólu í sér og í framkvæmd þar að segja. Þannig að það getur verið ein ástæðan fyrir þessum húsnæðismálum. Og í öðru lagi fór Sofía að tala þennan hraða vöxt og ég held að það sé algjörlega með orsökin. En í mínum augum ættu þá, ef að það er eitthvað sem hægt að gera hjá fyrirtækjaeigendum, þá ættu þá hagsmunasamtök þaðan að taka sér til og taka að sér það verkefni. Takk fyrir, Arndís. Einhver sem vil bæta við þetta eða koma með aðra spurningar. Þorri? Já, sælverði, ég í hlutverki tæknistjórans í dag, þannig ég ósýnilegur. En ég vil bara fyrir hönd Rannsóknasjóðsins þakka ykkur öllum, sérstaklega þetta fyrir lesarunum en líka öllum þáttakundum fyrir þetta málþing. Ég er með nýja vefkameru sem zoomar inn og út. Það er ekki nóg með að sé í zoomi, heldur að vera að zooma mann inn og út. En sko, ég held að við þurfum að láta þessa niðurstöðu þegar maður læra af þeim. Það er þess vegna sem við gerum rannsóknir. Það er til þess að átta okkur betur á bara því hvernig raunveruleikinn er. Og það gildir hvort að skoða jökla eða fugla eða ferðaþjónustu eða fólk. Við erum að bara reyna að skilja. Það er svona lykilatriði. Og þessar rannsóknir sem voru unnar í sumar, sem eins og Sofía nefndi, þetta eru fyrstu rannsóknir sem eru gerðar á Íslandi á áhrifum COVID-19 á ferðaþjónustuna. Og að það eru í mínum huga, þetta eru mjög mikilvægar upplýsingar fyrir okkur hérna á Hornafirði, en líka bara fyrir þá sem eru að hugsa ferðaþjónustuna á landsvísu. En þetta eru ákveðin svona snapshot. Þetta er ákveðin stöðulýsing á stöðunni, ástandinu eins og það var hérna í júlí og ágúst í sumar. Og held ég þegar að framlíða stundur þá mun þetta hafa mjög mikið sögulegt gildi líka. En ég held að sé allavega mjög mikilvægt, sko, þetta er köld vatnsgusa framan í okkur, þessar niðurstöður okkar, ekki bara erlendu starfsmenn ferðaþjónustunnar heldur okkar sveitunga sem hafa flust til Hornafjarðar til að búa með okkur og vinna með okkur og skipta sköpum fyrir þessa mikilvæga atvinnugrein. Og því leyti til þetta köld vatnsgusa framan í okkur öll, því að við teljum okkur búa í góðu samfélagi og ég veit að við búum í góðu samfélagi. En síðan er pottur brotinn sumstaðar. En ég held að varandi það að læra á þessu, náttúrulega alls ekki líta á niðurstöður þessar rannsóknar sem einhvern áfellistóm yfir ferðaþjónustunni, yfir sveitarfélaginu, yfir samfélaginu. Það er ekki, þá gagnast rannsóknin ekki eins og skyldi. Við þurfum bara að meðtaka þetta og það er alveg meiri háttar að sjá þetta frábæra starf Hildar hefur verið aukið með sterkum samherja sem hún eik og þetta vissum við ekki þegar skýrslan var gerð.
En það sem að mér langar kannski bara að nefna er það sem að mér finnst, sko, ég nú búin að lesa þessa skýrslu nokkuð oft, en það sem að mér kannski hugstaðist þessi mennski þáttur í þessu, í kófinu. Og á þess ég vilja neitt draga úr brottunum á því sem að kemur fram í viðtalunum við erlendu starfsmennina, og þá þegar ég lesi skýrsluna, þá eru margir þeirra, þeir eru upplifað sig sem bara flóttamenn. Þeir eru fastir í vinnu sem þeir eru ósáttir við, óöryggi með húsnæði, þeir geta ekki fengið vinnu annars staðar og þau geta ekki farið heim, af því að landamærin eru lokuð. Þannig að kannski á þess að draga brottin úr því sem að segja, að mér finnst bara, maður horfir á mannlega þáttin að þá hlýtur þetta fólk að hafa verið mjög óöruggt og hrætt, og þá kannski stutt í ákveðna reiði. Og það svolítið sláandi munur, sko, finnst mér á viðtalunum við eigendurna og viðtalunum við starfsmennina. Eigendurnir þeir báru sig mannalega, en ég svona velti fyrir mér hvernig þeim unni leið undir skrapnum. En þetta svona bara hugleiðingar, en endilega ég sé eru fleiri sem vilja koma að, þannig að ég ætla að láta mig hverfa aftur. Takk fyrir þetta, Þorri. Sæmundur? Já, takk fyrir. Ég var einmitt að hugleiða í raun og veru út frá þessum niðurstöðum og hvað hægt að lesa út úr þessu samtali sem að náttúrulega bæði Eik og sem sagt við erum sem sagt búin að vera að auka við samtali við erlenda starfsmenn, erlenda íbúa samfélagsins, og ég velti fyrir mig til dæmis hvernig til dæmis eins og verkalýðsfélagið Afl eða önnur verkalýðsfélög, þá hvað tengsl ná þau við þessa starfsmenn varðandi bara einmitt þessi réttindi. Kom fram yfir mannrétt, ég heyrði rétt hjá þér, Arndís, að það var jafnvel einhverju sem að vissi ekki réttindi sín, og það sko einhverju leyti þá getum við lesið það út úr þessu sem samfélagi, þarna þurfum við kannski að vera flinkari að ræða hluti. Ég minnist samtals sem ég átt á mínum vinnustað við erlendan starfsmann, þar sem að hún rakst á mynd í blaði þar sem að var samkynhneigt fólk sem var að gifta sig, og viðkomandi spurði mig, má þetta á Íslandi? Og þá þetta kom henni svo óvart bara, og ég hugsaði með mér, já, auðvitað ræddu við heilmikið það, en hvar læri fólk samfélagið sem það lifir nema af náungunum, og hvar þetta samtal við, ég svona velti mörgu fyrir mér í þessu samhengi, hvernig getum við þessa samfélagsvitund og samfélagsþátttöku? Verkalýðsfélagið til dæmis búin að fá þessa niðurstöður, þessa kynningu? Arndís, viltu? Já, heyrðu, nei, Afl ekki búin að fá þessar niðurstöður, en það voru bara birta skýrsluna í dag. Varðandi svona aðkomu stéttarfélagsins, þá að réttindafræðslu og þannig, eftir minni reynslu, þá sýndist mér vera upplýsingaflæði til félagsmanna Afls, en það eru náttúrulega ekki allir í Afli hér á svæðinu. Vegna þess að hún myndist á það að fólki fyndist það ekki þekkja réttindi sín. Ég var ekki að hitta marga einstaklinga sem að sögðu það beint út. Bara hreinskilnislega, nei. Fólk sagði það ekki í viðtölunum, kannski einhverjir tveir eða eitthvað. Og það var meira að fólk væri að lýsa sko vanþekkingu eða lýsa því að sætta sig við brot á vinnustað. Þannig að stéttarfélögin hafa auðvitað ekki lögsögu yfir svona fyrirtækjaeigendum. Þau snúa bara launþegunum og hafa kannski ekkert svo sterkar svona eftirlitsheimildir heldur.
já, núna ég farin eitthvað út fyrir sporið. Ég man ekki alveg hvar ég ætlaði að byrja þetta. Þannig já, ég ætla bara að hætta núna. Takk fyrir þetta, Hafdís. Maríanna? Hæ, ég heiti Þórhallur, en í tölvunarmaríunu. Ég landur í Skaftafelli, ferðamálafræðingur og ættaður úr Fljótsdal, það ykkur hérna sem þekkir mig kannski. Ég vildi bara dálítið þakka kærlega fyrir þennan fyrirlestur og þetta eru rosalega góðar niðurstöður sem eru að koma hérna úr þessari rannsókn, en þetta eitthvað sem kemur mér ekkert á óvart. Núna hef ég unnið dálítið lengi á þjóðgarðinum og mjög lengi, ég hef unnið í 15 ár í ferðaþjónustu og því miður þá koma þessar niðurstöður mér ekkert á óvart tengt því að fólk þekki ekki réttindi sín, fólk þekkir ekki samfélagið, fólk sem vinnur í ferðaþjónustu og eru að segja fólki hvernig það á að ferðast hérna á milli svæða, það veit kannski ekki einu sinni að því að það að koma stormur af því að það ekki búið að kenna þeim á veður.is sem vinnur í móttöku og hótelum og svona. Ég upplifði það mjög sterkt hjá fólki sem vinnur í ferðaþjónustu hérna á Íslandi og hér að það þekki samfélagið sitt ekki neitt, það þekki réttindi sín ekki neitt. Ég hef reynt að aðstoða fólk eins og ég get og það hefur ekki verið mín reynsla að það hafi dugað til þess að fólk fái þau réttindi sem það á rétt á. Ég hef horft upp á starfsfólk sem hefur verið sagt upp af því að þetta hefur leitað réttinda sinna. Og ég virkilega ánægður með það að þessi rannsókn hefur verið gerð, en það þarf að gera þessar rannsóknir á hverju einasta ári, næstu árin til þess að við sjáum hvað að gerast og það hefði þurft að byrja á þessu fyrir löngu. Það kom heimsfaraldur og þessi rannsókn var gerð, gerðir ótrúlega mikið að þessar rannsóknir voru gerðar, en fólkið sem að vinna í ferðaþjónustunni hérna, það verður mjög sjaldan það er ótrúlega stór hluti af þeim sem verða ekki hluti af samfélaginu og eiga ekki aðgang inn í samfélagið. Og þetta eitthvað sem við þurfum öll að breyta og við erum öll hluti af samfélaginu og við getum öll tekið þátt í þessu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Einhver sem vil bæta við þetta eða hefur aðra spurningar eða ábendingar? Ef það eru ekki fleiri spurningar, þá langar mig að biðja Þorra að lesa niðurlagið á skýrslunni eða niðurlag eftirmálans. Þorri, ertu til í það? Já, þú byrjir ekki lítið. Nú hérna... Þar ég opna skýrsluna, en ég geri það miklu ekki einn. Þar ég lesa þetta í minni. Nei, ég nefnilega sko... Lest þú hann fyrir mér svo fyrir ég nefnilega, ég get það ekki. Nú, já. Heyrðu, já. Lestu hann bara. Það ekki fleiri spurningar það. Þannig að, nei, þá ætla ég að lesa hérna niðurlag af eftirmála og mér finnst það bara ágætis loka punktur á þessari ráðstefnu. Já. Á heildina litið hefur COVID-19 faraldurinn ekki aðeins valdið skaða á samfélögum, fyrirtækjum, fjölskyldum og einstaklingum, heldur einnig svipt hulunni af margvíslegum skaða sem við erum sjálf völd að. Nei, fyrirgefiði, ég er í vitlausum texta. Hérna kemur þetta. COVID-19 hefur sett mark sitt á alla tilveru okkar. Veiran drungalegur skuggi sem lagðist yfir okkur öll fyrir tæpu ári. Sum okkar hafa, að minnsta kosti hingað til, sloppið vel á meðan önnur, örugglega eitthvað sem við þekkjum,
hafa mist vinnuna, heilsuna, trúna á lífið eða jafnvel lífið sjálft. Við erum farin að venjast grímunum sem byrgja andlit okkar og vit, höfum lært að halda tilhlýðlegri fjarlægð hvert frá öðru og sætt okkur við að geta ekki glaðst nema örfá saman í einu. Allar þessar varúðarráðstafanir gagnvart veirusmiti eru þó leið stöðug áminning til okkar ógnina sem hvílir yfir og allstaðar kring. Ógn sem fer ekki í manngreiningarálit og getur hæglega flust milli vina með faðmlagi eða kossi. Tilveran í COVID-19 á margan hátt andhverfa þess sem við höfum áður átt að venjast og þótt sjálfgefið. Þegar kófinu linnir þurfum við að muna hversu söknum við mest þegar þessum fordómalausu tímum, þegar okkur var beinlínis skylt að halda okkur fjarri öðrum manneskjum, bæði sjálfra okkar vegna og í þágu samfélagsins alls. Og hugsa síðan vel það, hvað kjörorðið við erum öll í sama liði þýðir í raun og veru. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Soffía. Þá ætlum við bara að láta þetta verða að loka orðið í dag. Og ég aðeins ána við hættum, bara að ég þurfti að taka þarna síman á hann. Ég langar bara að nota tækifæri til þess að þakka ykkur fyrir þessa vinnu og þetta málþing. Að málþingi gerir vinnuna líka mun verðmættari einhvern veginn og það eru bara margir sem hafa hlustað hérna í dag sé ég á Zoom og tæknin gefur okkur það kleift. Þannig að bara frá þér hróskilið. Takk fyrir. Takk Marta. Já, við náðum 39 þegar mest var. Þannig að það er heimsmet hjá okkur. Þetta er þetta fyrsta rafræna málþingi sem við höldum, það er ekki alveg hérna. En gjör svo vel, nú þegar Já, ég ætla bara að þakka fyrirlesturunum og ykkur öllum fyrir komuna, að hlusta og spurningar og annað slíkt. Þannig að þá segi ég bara takk fyrir í dag. Það var gott.